FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Dynout og Loop Zero. 4 FM 95 Blöður hafið göngu sína þennan 5. dag desember mánaðar og eins og þið heyrið þá litli bróður þáttarins komin í stjórasætið því að stjórnandi þáttarins Auðun Blöndal, hann bara held ég að lenda í þessum tölu orðum á Keflavíkurflugvelli. Hann ætlar mögulega að reyna að joina partíið og eftir. Hann að koma frá Old Trafford en maðurinn sem situr yfirleitt alltaf í sínu sæti heitir Egill Einarsson, verður velkominn. Takk, kærlega Richie. Hvernig ertu? Ég frábær. Já, lítið vel út. Ég ætla að taka þáttur á hlýranum. Hvað að gerast þér? Það eru steindir, ég komur á hlýran maður. Maður taka þetta shit up, put on my gram. Já, þú veist þá, hann verður eiginlega að gera það. Put that shit on my gram. Ég að reyna að hlífa skirtunni því að ég að fara út eftir þáttinn. Putting on the gram. Þannig verður sexy. En málið það þú lokar harður. Hættið þessu, drengir. Við erum í útvarpinu. Fyrir maður svo Richie, alltaf svo $1 million. Takk fyrir mig Richie. Já, nei, málið að við erum að fara hópur á Jólahólm í kvöld. Já, gott sjó. Og svona, þá reynir maður kannski að spara skirtuna næstu 2 tíma. Já, og við vilt ekki svitna í hana og svona, ég skil. Og þú líka, þú ert skynsamur, þú ert í svartri skirtu því að ég mjög heitfengur og svitna mikið. Ég aldrei í hvítri skirtu, af því að þá sést alltaf svitapollur undir handakrekanum. Já, ég skili. Ég alltaf í dökkri. Já, en veistu hvað, ég svitna ekki það mikið undir höndunum. Ég svitna. Þú lúkka fyrir að svitna mjög mikið. Akkur finnst þér ég lúkka fyrir að það er bara lúkka þannig sko. Nei, það lúkka fyrir að svitna. Það lúkka fyrir að svitna mjög mikið. Það slefar, hann svitnar ekki mikið sko. Ég skal treysta mér, ég hef búin að frétta að það myndi svitna. Ég fæ mikið info með þú Stóni gerir eitthvað hvað sem maður vilja eða ekki, sofandi eða vakandi eitthvað. Ég fæ info. Hann svitnar ekki neitt sko. En málið það, jú. Það er aldrei svitnað. Þetta svitna ég svo allir, ég er bara að segja. Já, þú hreyfir það aldrei. Hvernig svitnar það? Það er þetta að hjálpa til bara við að lappa úr sófanum og inn í sætarbyrgi. Nei, maður svitnar ekki við það. Þannig að jú, það er rétt hjá agli, ég svitnar kannski aðeins minna en aðrir en af því að ég hreyfi lítið, en 90% af mínu svita hann myndast undir fótunum á mér. Ha? Bara eins og Illjónum? Ég bara eins og stundum eins og hobbiti heima í svona límis bara við parkettið. Ertu þess að sveittur á illjónum? Já, svitna á illjónum. Þú vissir ekki hvað illjar var? Jú. Já, ok. Þeir eru sem áhuga að sjá lúkið á Steinþóri Hróari og getur farið á my gram. That shit is online. Fólk á rétt að sjá hvað þú ert. Þetta er mest sexy lúk sem ég séð. Hárgreiðsla og en reyndar ég ætlaði að hrósa þér fyrir skýrða. Skýrtan er mjög flott. Já, eru strákar, hvað vitlis er þetta? Hvernig ég náði ekki að preppa mikið með þetta í dag. Komst inn 1 mínúti í 4. Bara náðir ekki að preppa með okkur. Og ég á ekki að útskýra ástæðuna. Jú, ég er ekkert smá spenntur að hérna. Ég er búin að vera á flegiferð í dag. Flegiferð, því að litli jól blökastins er á sunnudaginn. Og eins og alltaf, þá er one of one card. Það er bara spjald sem er one of one. Hvað, bara fyrir þá sem ekki vita hvað það? Það er bara, þá er það í rauninni bara sérstakt spjald sem er búið að hanna og gera. Og það er ekki til one of one, það verður bara 1 spjald svona í heiminum. Hann er sjálfgeft. Já, en ég er með 2 one of one núna. Þú veist, en ekki eins, fattaru. Þú veist, það er one of one og one of one. Og ég segja konseptið kannski bara. Þú veist, fuck it. Ég meina við höfum alltaf sagt hvað spjaldið er. Jú, ég held að, mátt að segja það. Þetta er nefnilega svakalett í núna á sundaginn, sko. Málið er að fólk hefur heyrt þetta í mörg ár. En sumir botna ekkert í þessu, aðrir vita allt þetta og skilja þetta og tengja kannski. Þetta er hettublöð. Og hettublöð þetta er one of one hettublöð. Ég elska hettublöð sko, ég er búin að kynast honum heldur vel sko. En málega sem hettublöð það er eiginlega uppáhaldsblöðurinn sko. Málega sem hettublöð. Þú ætla að vera með erlendis og fara flóið með hann heim, Richie, þegar hettublöð kemur. Besti hettublöð sem ég flóið með heim var eftir Búlgaríuferð. Já, og það sem sko, ef fólk fattar ekki hvað hettublöðin er, þá er ástæðan fyrir hann kallaður hettublöð. Er það því að hann segir ekki múkk við neitt. Hann drekkur ekki dropa áfengi. Hann situr frá hópnum. Já. Og þegar hann ferðast á setur hann hettuna alveg yfir höfuðið, þrengir það mikið herðir reymanda svo mikið. Það sést ekki andlita á hann. Það sést bara í nefið. Þannig að hann minnir ofta á hettumáf sko. Það er hettumáf. Hann hefur stundu bara verið með húfu, þá ekki með hettu. En þá dregur hann vel niður. Húfublöð. Húfublöð sko. En húfublöð millifærastöldi yfir í hettublöð. Og þetta er bara, þú veist, málega þetta er örugglega besta one of one spjaldið þess að við það voru 2 svo góð. Ég myndi vilja að fá hettublöð sko. Nei, ég gat ekki valið á milli, þannig að það verða bara bæði. Og við ætlum að henda þessu á Instagramu eftir og lefa fólki að sjá spjöldin en og blöð náttúrulega kemur eftir og ætlar að fara áritaðu líka en
Málið með hettublöðarinn sko hann partjar hart blöðarinn, það vita það allir. Blöð er skemmtilegasti ferðarfélag, einn af skemmtilegustu ferðarfélagum á leiðin á staðinn. Já, og á staðnum. En á leiðinni heim, þá viltu helst hafa einhvern með þér, þú getur ekki verið einn með blöðun á leiðinni. Skemmtilegur út og hann skemmtilegur heim. Það er ekki bara basically stað. Manst ekki Gilsari vorum að ræða saman þegar ég og Blöð vorum að ferðast frá Búlgaríu. Og þetta var 16 tíma ferðalag, þetta voru 2 flug sko. Blöð sagði ekki 1 orðum. Nei, hann bara að tæma bankan. Hann tæmi bankan. Hann yfirleitt segir bara ekki 1 aukatekju og þó myndir spurja hann. Það myndi ekki svara þér. Honum finnst bara að þegar hann er búin að hafa svona gaman þá finnst honum bara réttlátt og sangjant að hann fái bara ekki að hafa gaman í 1 sekúndu leiðinni heim. Honum finnst bara, nú er bara búin að gaman. Nú ætla ég bara að fara í ekki að taka mjúka lendingu eða 2-3 bjóra eða reyna að vera að spjalla. Ég var nefnilega að reyna að fá hann í þetta á leiðinu frá Búlgaríu. Ég var að sötra nokkra kanta. Þú kanta þetta með mjúku lendinguna. Hann aðeins byrjar að svona hlust, keep an open mind með mjúku lendinguna. Já. Þú veist, aðeins meira, en hettublöð klárlega ennþá hann. Hann er ekki bara losnað við hann. Nei, og hann bara gerði þennan samning við okkar stóra mann á efri hæðinni að bara hann fær að hafa gaman úti og leiðilegt á leiðinni heim. En hann er að koma einmitt, hann er nýlendur. Hann er lendur. Hann er að koma þegar frá Jólahólm í þáttinn. Já, kannski er hann hettublöð, ég veit ekki. Hvaða Raging Alcoholics er að fara í það? Í kvöld? Já, Jólahólm. Heyrðu, við erum að fara Raging Alcoholics. Við erum að fara að risa hópur. Þetta eru þetta er ég, þetta er Öddi, Óli T, þetta er Gylfi. Hann er nánast á réttum tíma. Blöðurinn er mættur, maður. Hörru, hann er eiginlega bara betri tíma en þú. Engin hettublöð núna, motherfuckers. Komum með bjóð og það strax. Hlusta á þetta, kjafta í þessu. Ég sagði Rakel að flóra. Ég hef aldrei séð hann svona feskan á leiðinni heim. Maður á að ferðast ofta með börnunum sínu. Já, þá verður maður feskur. Það er ekki að sjá á þeim maður. Já, það væri líka skrítið að sæjist á hann með Tedda són sinna á fótboltaleik. Sammála. Ég fengi ekkert að fara í fleiri svona ferðir ef ég væri handónýttur núna að koma heim bara með Tedda. Sko, hefði ég tekið hettublöð með Tedda, þá þyrfti ég að fara að parka þessu. Pabbi, má ég fá svona bagett á leiðinni, bara ekki svara. En er ekki gott bara að Teddi læri strax að þú ferði Old Trafford og keirur hans í þig? Já, en svona gefum þessu 5-6 ár, þá fara hann að kynast pappa sinum eins og hann er í raun og veru sko. Þá getur hann líka keypt í sig með þér sem er gott sko. 11 ára. Já, þú veist það, er Ronja að byrja að drekka en það er staðan í það. Nei, við þekkjum Tedda, þú veist, hann er Nei, ég meina þegar hann verður fullorðinn maður. Já. Ég veit ekki hvernig það verður. Nei, ég man eftir sko spjallinu sem ég átti við pappa þá ég verið svona 15-16, ég byrjaði að drekka 18 ára. Þá spurði ég pappa í mitt að því að hann var aðeins fann að kýla stundum í sig þarna heima. Ég bara, drekkur þú bjóra því veist hann góður á bragðið eða er það fyrir áhrifin? He came clean. Það er fyrir áhrifin. Ég fekka bara beint í aðeins. En er hvernig er það svona að dett í það með pappa sínum, skilur við? Já. Er það alveg Mér finnst það gaman. Er fólki í því mikið? Þú veist, ég minna, ég er bara spáð hafið þið eiginlega minna, er þú bara Nei, 2-3 kaldir, þú veist, yfir einhvern tilefni sko, en ekki aldrei Hvernig er Einar í glasi? Er hann mjúkur sko? En hann er satt búin að skrítið, hann fara að segja eitthvað annað þetta. Hann verður svolítið ofbeldisfullur. Ég held að komið samt eitthvað svona púki hann vill fara á stjá og kíkja eitthvað og vesinast. Hann setti sokk í, hann er ekki búin að sippa bjór hálf tíma, setti sokk í hann. Ok. Það er eitthvað sem pappi er ekki búin að gera og frekar að pappi minn átt að gera heldur en þeim. Það er ekki í ykkur vesinni bara. Hvernig er Steinþór í glasi? Já, seniorinn. Hann er stemningsmaður. Við langar að fá mér í glas með seniorinn. Hann gerir niður þessu og hleypur íbúðuna og keks. Erstu ruglað? Já, maður er í ykkur gammur síðan mamma. Mást ekki von og vonspjaldi síðast. Já, hann var nýkomin á 13. brennu. Fór úr kraftgala og var í föðurlandi. Hann var ekkert að hlaupa fullur sko. Nei, ég held að hann hefur í því. Nei, en málið er að hann er líka að vera svolítið sjálfgjafur sko. En ég meina þegar hann dettur inn En við eigum það eftir í blöðkastinu. Við erum búin að ræða þetta í mörg ára að fara með þá 2 erlendis. Fara 4 félagarnir Það er vesið verið minn gamla ef maður drekkur ekki hættur í bjórnum sko. Það má ekki vera einn edru hana. Nei, það var skrítið. Við verðum með dræfur í Dublin. Ég get lofa því, við sko verðum leiðilegt fyrir Einar að vera með seniornum og kitta Brits blind fullum. Það er bara við getum ekki gert honum. Þá er það reyndar, hann myndi hugsa mjög snemma en nú mann ég okkur ég hættu þessu. Við myndi sjá þá veislu sko. Ég meina þú er farið með Kitta Blöð í nokkur utanlandsferðir. Ég meina ég hef verið með þér einu svona þegar hann var þarna. Er hann svona, er hann mikið að gera þetta erlendis og rólur heima? Ég hef aldrei
og ævi minni verið ég stressað þegar ég fekk senda mynd frá Rikka G þegar hann hitti pappa minn í Glasgow á Fridays og þeir ákvað að fá sér 2-3 saman 2 mestu hænuhausa landsins. Ég vissi bara, herðu, þetta getur farið illa en ég sé það báð eftir 3 En ekki hann bara bjór og æris. Nei, það var hann ekki fullur. Það var alltaf svo nýrtaðin eftir. Það verður ekki þunnur sko. Rosalegt. Það er einhver harðasta lína sem ég heyrst. Þetta er þetta geðveik lína, verður ekki þunnur. Þetta er voðalegri þunnur eitthvað. Hjördís, var ég ekki bara í bjór og æris í gæði? Viski og... Herðu Blöð, hérna, velkomin. Já, takk fyrir það. Ég ætla nú ekki að tröfla allan Það er sýnt að sjá þig í gómasæti. Já, það sitja hérna á móti. Rikki nú við takkana. Ertu að fara aftur? Ætlar að vera með? Nei, ég ætla að vera eitthvað með eitthvað Tökum við ekki bara þáttinn? Jó, Við vissum ekki, það var 50-50 hvort að Blöð myndi ná sko. Takk fyrir að 3-0 sigur svo lofaði mér í gær. Ég lofaði 2-0 1-1 maður, þetta er ég þúl ekki að lima. Hvernig fannst þið feelingurinn á vellinum eftir leikslokk? Er Amorim með fólki með sér? Sko, það var byrjað að syngja þetta Ruben Amorim í 1-0 en það var sko ekki jafn hátt og síðast að ég var á vellinum þannig að hann er svolítið að missa liðið þarna. Mér heyrist það. Er einhver leikmaður í United-liðinu sem er svona undir radarnum hjá stuðnismennum, svona sem stuðnismenn meika ekki? Heyrðu þeir eitthvað þannig að? Nei, en eina, það var eitt sko vel þykkur og sköllóttur í sæti fyrir framan okkur þetta og ég gerir þau mistök að ég segi I like Mason Mount því að hann kom hann inn á ég bara þegar hann kom inn á og segi við gaurinn sem situr við hliðina mér ég er búin að spjalla hans við hann og það er einn bara svona það er einn bulla bara framan okkur ég eitthvað I like Mason Mount, he fights for the team fæ bara, ég sit þetta með 6 ára síni mínum og þetta var svona ekta bresk bulla Yeah, he deserves number 7, right, this cunt Ég eitthvað bara svona ég var ekki að tala við þig maður Ég með stráknum Já, ég var bara svona no, it doesn't deserve the 7 but he fights for the team eitthvað þá sagði hann eitthvað, þeir eru allir jafn heimskir þarna auðmíkjandi eitthvað hann var reiður sko En ég sá að Cumshot hitti Amorim Já Hefast þú ekki með honum í því? Nei, þetta var hann þreytur klukkan var hann 11 eitthvað Það var gaman að það getur hendt ykkur pilla á hann Já Baðan bólamyndu það? Já, fyrir svon sinn Hann var samt virkaði þreyttur Hann er svona virkaði svo hann ekki að sofa í 3-4 mánuði Þetta er svona að stjórna Manchester United Þetta er pínu bara eins og að vera fórseti Bandaríkjunum Menn bara eldast 10 ár eftir 1 ára He look like shit sko Ég sá hann á hliðum Já, hann var þreyttur að sjá greið maður Þetta menn bugast bara í þessu Það er bara þannig En já, Blöð, þú vannst ekki, þú tapaðir ekki Nei, sko Ég er samt, þetta var Ég hef búin að vera á rönni sko Ég hef búin að vera með 5 leiki röð Þú veist, en svona þjálfara gík Þú veist, að því að Tjóðvill er flott lúkaði maður Já, ég var að setja það shit on my gram Það er bent on your gram, on the line Ég ætla að fólk sjáu hvað það er Hérna, eitt sem ég er að spá Svona þjálfara gík Þú veist, það er líka ekki marinn hérna eins og það verið slagsmál Hann var það yfir box Nei, ég var að hoppa Það er alltaf að vera að kýla í öxl Ég var að hoppa út úr bíl í tökólum daginn ekkert eitthvað hljóma og hættulegt hann var stopp Leikur þín á þetta aldrei sjálfur Hann var að stoppa, skilur hann er bara svona ég er að taka síðasta svona bremsið og ég átti svona fara út var fullur og svona var að koma heim að jammi og allt í rugli fer svona í hurðina maður ég er búin að þetta er ekki neitt með hvernig það var sko en með þjálfara gíkið er það ekki rétt hjá mér núna því að ég veit alveg að ég get stundu talað með raskaturinu Sungi með því Já, sungi með því Þess vegna er ég líka að spyrja ykkur ég er að spyrja ykkur bara Er hann að fara að kenna svona gaurum atvinnumönnum í fótbolta Er þetta ekki bara að sjá stemninguna? Nei, þetta er náttúrulega kerfi og annað bara hver menn En það er bara til expert kerfi Ertu 10 ára Googla þessi kerfi sko Getur þú googlað þessi kerfi? Kerfugeitin getur bara satt ykkur að kerfi Já, ég meina þú veist, það eru bara til expert kerfi Þú ert að gera helviti margar reyðan En er ekki búið að finna upp öll kerfi sem hægt er að spila í fótbolta? Greinlega ekki Ok, og segjum hann finni ekki upp glænýtt kerfi og hann sé bara nota þessi gömlu góðu Er þetta þá ekki 90% stemningin? Og þarf bara að hafa liðið í stemningu Menn fyrir að berjast fyrir þig, það er svona Þú ert að vera með menn með þig Já, það er kannski stærst í þessu En akkur er það ekki bara fengin, akkur er ekki bara Ricky Gervais fengin sem þjálfari, skilur Ég er bara svona Herru, vil ekki ræða annað? Hvað er að gera? Hann býr bara rétt hjá Og bara Ricky Gervais sem þjálfara Hann býr rétt hjá, stemningsmaður Steindu til að velta steinum Já, ég er bara að spá í þessu Þú skiljið hvernig leið þú sast með honum í Tindastóls innvíinu Ég hef aldrei verið að breiður á þeim minni Það var Tindastól að tapa Íslandsmeistaratitlinu fyrir Val í úrslita leik á Hlíðarenda og Steind alltaf Ég myndi hægt að taka 3 ég verið þeir Það er bara, svo alltaf eins og verið síni sín Hann bara, okkur takkar alltaf 3 Þetta var eins og verið með þetta En þeir voru að reyna að taka 3 og það voru yfir voru alltaf að taka 3 Ég sagði, okkur takkar ekki 2
tryggja? Þetta er bara einfæð spurning. Mjög einfælt. En ég er gaman að þessu. Hvað er fréttum nýbökuðum fadir, Richie? Þetta er Hvernig gengur þetta? Komin í kúkablöðunar aftur. Já, þetta gengur vel. Gekja. Eins og við sögum upp bara. Sefuru og Já, bara Hún lét býða eftir sig þessi. Já, hún gerði það nefnilega. Og hérna Þú komin að? Herru, það er 20. 20. Ok. Þá verður það Það er okkur ekki aðfangadag hjá að því mér var jólabarninu. bannað að gera Hún ekki sagði, búið. já, þetta er komið gott með aðfangadags hérna, þú veist, við höfum brúðgjöfsammali og besti dagurinn og við erum ekki að vera að skýra barnið okkar Það er í ekki jólabarn. komin óvart. Út álfur í Ég jólabarn reyndi það, það var bara ekki fræðilur ég fekk það í gegn. það hefur verið En þú búin svak. að velja nafn? Það er komið. Það var bara eftir að Viltu skópa því? Nei, segja þið hérna fyrst? megi allir koma með eitt gisk. Og segirðu já það er rétt? Nei, gera það ekki. Nei, ok, þá græðu ekkert á að giska. Þú maður hugsa það til næstu innkomu. Já, alveg frábært. Ég hef Gerðu það. hana, hún var með svakalega mikið hár. Já, það er bara, Þetta er frá Rikka kannski. Þú ert með dögt hár. já. Eru konur mjög loðnar í fjölskylduninu, ekki? Nei, alls ekki, sko. Og svona mikið sítt hár. Já, þannig er loðnar. Já, þú veist, ég valdi sem er þykkt og gott hár og hérna, ég líka. Já. Og krakkinn, ég prófaði að gela hana aðeins svona, bara daginn svona. Þú veist, Gela? já, ég bara svetti svona aðeins í hárið og setti svona toppinn aðeins upp. Með nákvæmleins hár og ég. Já, Ég held þessi með rafnið. Hvað? Sóldís. Sóldís. Já, ok. Akkur bara æð, bara akkur meika heldur sens við Ef ég verið að spila póker við Rikka, þá myndi ég svona Nei, halda bara að maður fjölskyldu- góða. Akkur heldur það? með við svipar Nei, Rikka. Það var bara Ég veit að hann Nei, ég bara, þetta meikar sens bara við, þú veist Það er fallegt nafn. Já, Svandís, Valdís, Rikki já. Dís, Sóldís. Dís, Já, Svandís, bara Valdís ógeðslega og fallegt Dís. nafn. Ekki svo algengt, mjög fallegt Bara mjög fallegt. Herru, hvað, við erum með hellingi þættinum í dag. hvað er með? Herru, ég ætla að henda. Ég er búin að krakka nafni í beinni. Já, með við svipin og Rikka, það var bara eins og hann sæti með 2 ása og 1.000.000 undir, sko. Það var bara stressaðist allir upp. Hvað áttu við? Bara síminn að sloga núna bara. Frúin að senda bara. Kanski ekki haldi kætti í færi það. En Sko, veistu það, ef þetta er Sóldís og ég sé það 20. des, þá grenni Þá fæ ég eitthvað svona velun eða ekki Nema hann er bara Hann er með annan nafn, þú hugsaðan bara, þetta er miklu betra nafna Ég er náttúrulega bara að skýra hana Hún er alltaf að heita síðustu stundu. En Egil er samt allt sko, Ég átti að heita Daniel, hann það er var breytt á síðustu sérfræðingur Egil er sérfræðingur í þessu Hann er næstu búin að segja frá króksurunum sem voru Já, eftir að ég held að tilkynna hérna, við ættum von á barni og blaðamaður sem hringdi á Ítalíu bara Það er von á barni, nei, ég svartfjallarandi Ég bara, ég ætla vona ekki, kona mín er blind fullleitn og liðna mig Já, það hefur verið sen Hann var næstu bara búin að segja nöfnin og allt Herru, sko, ég var með Stóni og Gilsa í Þekkið ekki. Fíla, ég sitt á bara kantinum og fylgjast með Já, sko Er það mikið, þrýr er flókið og Þú bara farið síkó og bjóð Gilsa, þú ert með náttúrulega þína vikulegu spurningakeppni. Hvað er setið? Það er mjög gaman að þú sérst þennar, Richie Þú ert clear fucking favorite í þessu King of Christmas King of Kings sem er árlega keppni ég gæti alltaf að vinna það Vandalega helgjana þegar nær dregur Gilsan buggaði mig í gerð með þessu stóri. Hann var að pakka mig saman í jóla inniskreiting sko, ég fór í Costco Getið 3 jólasveina En það er svona einhverja hérna Reyndir? Já, sko, já, Þú komið hreindýr. reyndir heima þér? Já, ég meina, ég aldrei séð hann aðra skreitingar. Ég fór í Costco og 3 svo snjókallar sem virkuðu minni Costco er huge en ég hugsaði, þeir smettpassum voru að koma heim helviti stóri, sko, man-sized snjókallar Nei, menn eftir svona sjá stóri í hann. Þetta er bara jóla. Þetta er bara Ég jóla. vil tjekka það á þessu og ég svolítið nánast að út að Rikki er sko okkar besti maður í skreitingunum alltaf rugglar Já, þú heyrðu, þetta buggaði hann. Loka oktober ef ég náða að pyrra Richie þá er ég í toppmálum sko Rikki fyrir alltaf að snemma stað Hann tekur pallin í 8 Það verður ekki mikið skreitingar í okkur Allir peningur fór í Megastor Já, maður kemur var dýrt bara að fara þar fátakur inn. heim Með Tetta með sér, hann lappaði út í úlpu og búningum og þetta var bara Herðu, hérna, Hlýrabólastendi, hvað ætlar þú að gera fyrir okkur í dag? Herðu, ég ætla að henda ykkur í How to do fellow kids Það er gaman að hafa þig líka með í því Ég ætla að láta ykkur keppa 3 bara Og svo er ég líka með kortmyndur og frekar Og það er svona bara sjáum hvað við getum komist í Ég væri til í að komast í How to do fellow kids í dag Við þurftum að Það er fresta búið að setja stundum á hakanum Já, það er stemning Ég er með líka eitt á ykkur, það heitir 3 leikarnir Já. 3 leikar? Já, svona pínu hvor ykkar en þetta er tengt öðrum En hver er með erlend slúðrið? Erst þú með það, Rikki? Er ekkert slúður?
Jú, græðu það ekki Jú, finnum alltaf út úr því Annars er þetta bara Snipes og Kölkin og Kurt Russell Það eru 80 miðar eftir á Sjallan Það er næsti laugardagur, það verður uppselt í vikunni Tryggja ykkur miða inn á tix.is Í hvað skiptir þetta nú eftir? Þetta er 4. eða 5. skiptið okkar Sjallanum Alltaf drullu gaman Þetta er bara skemmtilegast að gigga ásins Sko, ef það eru 80 miðar eftir þá getur við uppselt á eftir Fólk það bara að tala núna Tryggja sig miða inn á tix.is Tekur ekki Sjallan hvað, 1500-2000 manns? Nei, 1000 manns 900 manns Það held ég FM 95 blöð hafið göngu sína Auðun Blöndal Já, litli bróðir ekki G, Egill og Steindi Í einhverjum gýr hérna Þetta er fyrsta sem við erum 4 Já, það er bara þannig Ég ætla að velja fyrsta lagið Og þetta er lagið sem kom þess öll á stað Þetta verður tekið í Sjallanum 13. Já, það er bara þannig Topp tónlistarstöðin FM 957 Já, þetta verður klálega tekið í Sjallanum Núna næstu helgi Laugardagur eftir viku Já Hvað, tix.is? Já, tix.is 80 miðar eftir og er að klárast Það var verið að senda mér þetta líka að það má nefna að Sjallinn tekur ekki við rafrænum skilríkjum Það er búið að vera á síðustu viðburði þannig að það þarf að passa það sé á hreinu Þá vorst að koma með hérna physical skilríki Já. Það er bara på gamli móði Það heyrist það Já Það er fínt að fólk vita því Áttu skilríki ekki rafrænt, Gilsari? Það er bara að það er allir vegabrif Og aukurskirtinni Ég er aukurskirtinni bara út af því að þegar ég fer til Spánar og þarf að lega bíl Spánverðin er svolítið svo blöð og stóni Þeir vilja hafa allt physical Já, ég hefndi að pruma mig vel á Spáni Já, þú veist, þeir eru ekki með rafræn Þeir eru ekki með aukurskirtinni í símanum Ertu þá með þetta Ég síndi það daginn Aukurskirtinni í símanum og grenjaði og hlátri gæinn sko Þú veist, ég var niður í þetta sko Svo ég ekki til þess að bara hórun Hlustu á þetta Bara, ok, hörðu, shit, maður Ökuskipti Ég fíla það, hafa þetta physical Það er mínu menn Ég vil þá að við bara vegabrif í símanum Ökuskiptin í símanum, öll kortin í símanum Allt í síman Þú ert búin að gera svolítið grín af þessum tveimur fyrir að vera með physical kort Nei, þeir eru með kortaveski Er þú með kortaveski ekki? Nei, takk Ég er alltaf batterislaus Vá, ekkert smá töff maður Þeir tveir, okkur farið við ekki bara tveir eitthvað og sínu öllum síman eitthvað Veistu þú getur kiftið síma sem batterið dögur meir en 3 tíma? Já, ég gleymi ótt að hlaða Þá er ég batterislaus Þá var ég bara fókt Steindi var akkert kona minn einu töð sem ég þekki sem hlaði ekki á nóttinni Steindi stundu batterislaus í hátinn Hvernig það var hægt En það dótt í huga að vera með bara hlæðstæki þar sem er bara alltaf þar, tekur aldrei úr og setur síman í það Ertu ekki bara með hérna við náttborðið? Jú, ég er alveg með síma hlæðslu þar Ég er bara að segja að þú veist, það er oft sem að símin er þá kannski frammi eða eitthvað, ég veit það ekki Ég bara klikka á þessu En þá nenni ég ekki vera, þá geti ekki keknið bara enn pullugstaðar Hvað var það? Það er ekki með síman Hvað ég verið að beða pulsu Hvernig og ég get ekki Þú verður bara að passa það að verði ekki batterislaus Já, það er bara, ég myndi ekki taka þátt í því Alveg sama hversu farin ég er erlendis bara ég set alltaf síman í hlæðslu og tannbursta mig Ég veit ekki eins og hvað ég er að gera Sérstaklega vesen erlendis út með einhverju hóp tínir, einhverju liði, síminn döður alveg fókt sko En þá ertu líka búin að tína veskinniðinu Já, þetta er bara Svo er þetta líka bíllíkill líka sko Já, hjá þér Já, mér sko Símiðin bíllíkill Já, sko, Tesla, símiðin er líkill á Tesla Það sem ég myndi gera Þannig að bíllinn opnast þegar hann finnur í labba á honum þá opnast það bara Það sem er gott Það er alveg vesen, ég er ekki bíllíkill lengur sko Það sem er gott ráð erlendis er að þú ferð í lobbyið og ferð nafnspjald á hótelinu og setur í fysikalt veskið þá veistu alltaf hvað þú gistir Þú tekur myndaði, þú var að koma í camera roll Já, en ef símiðin verður Þarftu nafnspjald á hóteli bara veist ekki nafnið Ég bara segja nafnið á hóteli Ef þú ert að fara inn Gerðu það alltaf. Ef þú aldrei farið í AC ferri ekki þá veist ekki hvað ekki á hótel og þá veist ekki staða nafnið Þá ert þetta ferð Það fer ekki af hótel Nei, það fer ekki af hótel En taka mynd af hótelu, taka mynd af herbygginu líka nú með hvað það er Já, ef þú ert að vinna með Þarftu þá nafnspjald að gefa Victoria og Tenet til að sína leigubílstjóra Ég hef ratað það Ég er að segjum að við varum núna bara herru strákar förum hérna bara til Dublin eða eitthvað bara 2 daga ferð þá mætir á hótelu við hendum að okkur förum út ég man ekkert hvað þetta hótel hét hvað þetta var eða neitt sko þetta er bara þú veist ekki hvert er að fara þetta er það er talað um það 2 daga ferðir En ekki setja ykkur að bókunum netinu Alls ekki Ég fara að beða nafnspjald hótelsins allt sem þið er að segja Svo bara leigubílstjóra nafnspjaldi Ég hef gert það já allt sem þið er að segja taka mynd af hótelinu herbyggisnúmerinu kíkja í bókunum þetta er allt tengt símanum ég er að tala með út batterislaus ef þú lendir í því þá verður að vera með Það er líka hægt að passa bara upp á það Slúðurinn drengir
ég með einn móla, blöð ætlar að koma með einn Herðu, 2 mólar í dag Við Egil komum kannski þá með einn til lokin. Ég er ekki með þeim móla Ég skal bara googla núna eitthvað Britney Já, En við ætlum að hætta fjallum hann Já, þetta verður alltaf sorglegra Hvað kom? Það er samt ég til að langt sér fengið upp til Nei, má setja eitthvað jákvæmt af henni Nei, alls ekki nefnilega Því að hérna Það eru mjög vaksandi áhyggjur af andlegri líðan hennar Hún er búin að vera á samfélagsmiðlum núna með mjög margar svona óvinnilegar færslur og svo nýjasta er svo að hún var sem sagt dansandi í einhvern svona hlébarða mynstruðum sundból og hafði lagið Send My Love með Adele undir og hún skrifaði sem sagt langan og einlegan texta hún skrifaði þjáningu, mörk og mikilvæg þess að hlúa innra barninu stundum þegar erfiðir hlutir gerast koma góðu hlutir á eftir skrifaði meðal annars og dansinn hjá henni meikaði engan sens En sko þetta er eiginlega bara það sem hún er alltaf að gera á Instagram núna hún er alltaf eitthvað dansandi heima þessu þetta er rosa sko hún var öruglega en góðu dansari þetta er ekki flotti dansar að ég veit að steindi mikið fyrir conspiracy theories það talaði að þetta sé í rauninni ekki hún Okay. Já, ég er mjög mikið fyrir svona Hver er þetta? Ég hlust ekki Hver er það sem er Þetta sé eitthvað svona doppelganger og hún sé í rauninni látin sem búin að Já, ég er ekki Jim Carrey Þetta er húkimenn hérna Já, það er svona Ég hlust ekki á svona Hún getur verið látin Húkimann vill meina Elvis sé á lífi Já Ég er eitthvað ekki þar Hvað hét hann? Chris Walters eða eitthvað býr í Minnesota eða eitthvað Ég er náttúrulega rugglaður Það make a sense Ok, nú það bakkaður eitthvað upp Ef hún er út af hún er með sweet dance move sem við sjáum við í öllum myndbundum hennar og nú dansar hún bara eins og ég akkurat Ég meina það út af þegar svo þú og með Ensves og svona gæði sem kunna dansa þeir kunna bara alltaf að dansa og hættir ekki að kunna það Þú ert livjaður og geta kannski spórin aðeins Sverri betri livjaður sko Drukkin, já ég hafa sér að menna Hún er ekkert að fá sér 2-3 kalda að heima þessu Britney sko Það er annað pakki í gangi þarna Ég var að horfa líka á hérna leiðinni Eru búin að horfa á Diddy myndinar Já Það þættina 4 Nei Því líka Salegt Ógeða mannin Já, þetta er ekki sem 50 gerði? Já 50 Þetta er rosalegt Nei sko Þetta er vel gert Þetta eru vídeo bara frá öllum tíumbilinu Málið það þetta er erfitt áhorfs Þetta er erfitt áhorfs En það hafa allir gott að horfa á þetta Ég elska 50 maður Já 50 er góður sko Hann líka Hann þólar ekki bítýri Hann þólar ekki að kerði í þessa mynd Já Þessi þættir eru rosalegir Ég mæli með þeim Þeir eru á Netflix Og þá sér maður bara hvaða skrýmslið þessi maður er Þannig að Britney Hann slapp helviti vel Já 5 ár Það þarf að taka þess að þetta Herru Svo er hann allir fyrir hérna bara Johnson & Johnson Baby Oil Hann vill bara Það eru margir lítrar sem voru bara heima Hann með þess að þegar hann var handtekinn á hótelinu Það var allt í einhverju hérna svona badnaolíu Hann er bara kláraði lagurinn Það var menn prófað þetta eitthvað Spurðu Ritchie Þetta er eitthvað tengt bettanum Hvað segirðu? Þetta er eitthvað tengt bettanum sko. Já, ég er ekki eitthvað voða skýta að fara út í búð og kaupa badnáli yfir það, eða ekki? Það er haldið Þú er kappin að tala þetta Þetta er eitthvað skrítið Kaupi blöðurinn ekki bara eitthvað sleipið Það eru blöður ekki mjög Ég er eiginlega bara ekki að kaupa neitt nema áfengi til að koma okkur í gang Jú, ég er með, sko, talandi auðmíkja eins og bítið og það er eiginlega ótrúlegt bara að hann skulle vera kallaði tónlistamæður en vitið hver bandaríski tónlistamæðurinn William Ray Norwood Jr. er? Nei, hann er þekktur sem Ray J Fyrir ekki ennþá að kveikja það? Nei, í raunin eina sem þessi maður hefur gert á ferlinum er að gera kynningsmyndband með Kim Kardashian og ég vissi ekki eins og hann væri söngvari og ég fylgist vel með þannig ég er ekki hissa að Steindi veit það ekki þegar Steindi veit valla hver prins var Prins söngvari? Söngvarinn? Já Þú veit að veit ekki hvað það er Sorry maður Það var handtekinn snemma 5. morgun eftir að hafa hótað fyrrverandi eiginkonsunni Priceless Love og beint skotopnaðinni í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum Þetta er kannski ekki alveg að skynsamast sem þú gerir Þú ert live á Instagram að vera að taka upp byssu á fyrrverandi konuna Það er sérstakt Já, þetta var fyrir utan heimleinar lögreglan kom til vegna grunnsum heimilisofbeldi og þetta er þessi gaur Þetta er svo mikill viðbjöður að það næri lengum sko áttum því að hann vil líka reyndar segir hann sem að margir hafa talað líka að mamma Kim Kardashian, Kris Jenner hún hafi viljandi lekið myndbandun aðeim og hann reyndi að kæra þau Hann er alveg pottið á því að Kris Jenner hafi verið svo sem að lag myndbandunum af þeim tím og þetta hefur mikið rætt í bara slúður heimum í Bandaríkjunum og bara allir manni Hver eru rökin hjálma? Ætlaði þá að gera dóttur sína fræga eða hvað veist? Já, fólk vil meina að ferillin hann og tekið ágæti stökk eftir þetta Ég meina að þetta fara rök fyrir að það er búin að koma ágætist tekjur hann inn á þessu fjölskyldu eftir þetta myndbandlag sko Það er ekki bara út af kynlífsmynd Nei,
ég meina hver veit hvernig staðan væri Þetta ekki komið út Ég veit ekki Þetta er bara, þetta er eitthvað sem þú átt í hulstri, ekki? Ef það fyrir eitthvað að dala Já, nei, ég er góður, sko Það var geðveikt, ekki, þú myndir lega inn á vídeo, sko Það var geðveikt Mammas Rikki Er það geðveikt? Já, nei, það er ekki geðveikt Ég myndi lega innlífsmyndbandi Það er bara alls ekki geðveikt Er eitthvað huglaðið maður Myndi lega vídeo af ykkur Segur sem bara svona aðeins til að pimpa upp fyrirliðin Ester, mammas Egils Það er Ester hjá Sigga, sorry Það er rosalega að hún myndi lega vídeo Það er rosalega mikið konflikt Til að hjálpa brefin 9-5 blöð Já, ég er með þriðja mólan Það er að bústa þáttinu upp núna Það er vídeo á steita Ég er með þriðja mólan sem er skemmtilegur Þegar ykkar var svolítið dark Já, Britney og þú varst með hinn Britney vilst vera látin samkvæmt Richie sko Hver? Já, Richie Conspiracy theory Já, með Elvis, já Hann á að vera Ég voru að tala Britney Já, en sko varandi Elvis Þú er mjög jákvæðaslúður Já, Hugi vil meina hann sé sko bara prestur einhvers staðar í Colorado sko eða hvað sem það var Já, Nei, Minnesota Þannig að við þurfum að fá Huga einhvern tíma alltaf að renna yfir þetta Líka hann vil meina Michael Jackson sé sprellefandi einhver Bob heitir Bob mann ekki alveg nafnið, hann sér alveg bara live and kicking sko ég er með Macaulay Culkin maður Já, læsilegt Hann er núna, nýjasta slúðri hans Hann er að skrifa handrita nýrri Home Alone mynd Já, ég er mynd með það Þetta er það sem ég fann hérna í fljótu Nýjasta dæmi er að hún langar að gera Home Alone mynd Það sem að hann er búin að eignast strák Hann er pappin Já, hann er pappin sko Og hann er búin að eignast strák Og hann er að reyna að ala hann upp og allt þetta Og þetta er eitthvað smá trouble kid Og hann lendir sérst í því að vera ekki alveg að sinna hann nógu vel Og svona er ekki alveg paying attention Og strákurinn læsir hann úti og gerir gildrur til að hann er ekki að hafa gamla inn aftur hann gerir gildrur hann er að komast inn og strákurinn hans er að gera gildrur Þannig að pappin er að lendi í gildrunni sem hann var að gera gildrur fyrir 30 ára síðan Samt er þetta léleg hugmynd Já, mér finnst það æðileg sko Ég meina að læsi pappa sinn úti Sorry, þetta er bara glata Mér finnst þetta góð hugmynd En af hverju ætti hann að gera gildrur fyrir pappa sinn Það meika sens eins og í fyrstu myndina voru glæpa með þennan komast inn að ræna Og hvað ætti hann bara að gera gildrur og hann tekur í hörðunum hann bara með bíða á lóanum Það sem ég myndi kom einhverja nýja gildrur annars er þetta bara sama mynd Sko það sem ég myndi hafa áhyggjur af þetta Ég meina Macaulay Culkin er ekki að vera að fá þetta í gegn sko Nei, sko ég myndi hafa áhyggjur af þetta er að því að ég elskar Culkin, ég veit að ég held með honum Þú veist að elskar honum líka Það er góð hugmynd að gera mynd og hann er pappin Ég held bara að hann sé ekki nógu fyndin til að vera til ekki nógu fyndin Hann var rosa að finna þessi krakki Hann var ekki að skrifa handritið Hann getur leikið hann Nei, ég er að segja að leikan Ég held að segja ekki nógu sammála Steindar Það stóð sér vel á það í Home Alone Ég meina Joe Pesci og hvað heitir Daniel Stern Já, bóarnir voru náttúrulega fóru á kostum í þessari mynd að þeir voru drullu fyndnir Ég verð að spyrja ykkur Að þessum tveimur myndum hvað var uppáhalds gildruatriðið ykkar við bóðanlega Ég get sagt mitt Ég var það gaman að það háast ekki einn öskraði Hann var svo góður að öskra Það er málið Þegar í nummer 2 Þegar hann ætlar að fara að þvó sér hendur Þegar hann ætlar út í málningu Og fer á ströymin Byrjar að hrista svona öskra Ég er ennþá að hlæja Sá skæði á fleiri hlutverk Það gæti verið þegar hann fekk 3 múrsteina í sig í Home Alone 2 Já, það var eitthvað líkið 2 Og Joe Pesci, hann bölvaði ekkert eðlilega mikið Þegar hann flaug á hausinu alltaf hann og var eitthvað Hann heldur pyrraður sko Ég er að horfa á Home Alone bara eitt daginn með strákunum Home Alone, Die Hard, Jingle All The Way Þessar 3 eiga að vera bara alltaf Fólk á taka þetta núna í desember Christmas Vacation alltaf líka Það er líka að komið The Griswolds Það er bara þannig The Griswolds, íslenska Rikka G. fjölskyldan Við skuldum auðlýsingar Svo ætla ég að henda drengjónum í Þekkið ekki Egill og Stóni Já, það er rosalegt FM 957 FM 95 Blöð á FM 957 Það skrítið að vera hérna með Já, sko, Auðun Blöndal er Gaman að sjá þetta eins og Egill kallar þetta gómasætið Já, þú veist, ekki til að góða Þannig að gestirnir eru oft þarna Jú, en er í gómasæti vissulega, sko Ég var annar að sjá hann í þínu sæti En það var líka skrítið að sjá þig þarna, sko Þið get ekki báði verið í takkunum Við vissum við erum hvort að fara á Sól og Hólma eitthvað í kvöld og Steindis að hérst árita hérna Von og Vonspjaldi Hvað er Von og Vonspjaldi með það? Þú veist að Jóli Hólm er að stríða þeir blöð Þannig að stríði þér og þú ert í salum Hvað ætla að gera það? Ætla að berja hana? Hann byrja var hann ekki að stríða þér í fyrra Það er afturstíð, ég er búin að fá info Þú ert aftur inn í routine Jesus, hvað er hann komið Heldur að fóri að gefa þér lestur Já, það er ekstra mikið síðast að við vorum Já, auðvitað Við vorum í fyrra líka Já, ég vona að gefa blöðálur lestur hana Með við svipin og sleppust inn Með við svipin og gilsarnum Þá held ég að hann sé að fara að gefa hann lestur
Líklegt. Herru, við tökum því. hins vegar ætlum við að fara í þekki eða ekki. Nema, sko, þið keppið nú ofta móti hver öðrum, Egill og Steindi. Já. En þá er ég vilt blöð að spyrja ykkur. Nú er ég með spurningar og það sem gott er, þið getið aðeins notað blöð svona til þess að velta steinum. Já, svona til þess að hjálpa ykkur. Ertu með mikið að rassa spurningum? Nei, ég er með mjög lítið af því. Það er eitthvað ekki lofa því. Hver eitthvað vill hérna byrja að sitja? Ég skal fara fram. Ég fyrir alltaf fram, já. Já, ég bara Það er bara að setja lægi undir. Ég vil bara hérna rumpa þessu af. Já. Djúvill er þessi Lilli Júl góður. Já, drullu góður. Já, hann er helviti Það góður. er yfirbyrða jólabjór. Og hann líka er að dæla, ég er með info, hann er að dælast út. Fólk er að þamba hann. Hann áður uppseldur. Ég gaf konunum minni þetta þegar hún var bara nýkomin að fæðingadeildinni, gaf henni einn og hún bara djúvill er búin að gleyma hvað það var gott. Já, Lilli Og þambað hann. Já, henni fannst það mjög Það gott. skilið. Vitið þið hvað Danir gera þegar konur eru nýbúin að eiga börn? Koma með bjór á fæðingadeildina, einn bjór. Það hérna hjálpar eitthvað brjóstamöllu. Dönsk konur. Til fyrirmyndar. Já. Gilsi, hverju kvíðuru mest fyrir í framtíðinni? Þú veist nú ekki mikill kvíðabolti myndi ég segja. Nei, nú ekki. En Við erum svona- stað okkur þreim allavega. En hvað svona kemur eitthvað upp í hugan? Þú veist að margir tala þú veist að gerfugrindin svona, þú veist, einhverju kvíða henni Drepa okkur. sko, Já, að ég segja meina- eitthvað, þú veist, taka yfir störfin Þú veist, okkar og svona. ég veit að gerfurgrindin mun drepa okkur sko. Þannig ég er unni, Drepa okkur, hvernig drepa okkur? hún mun drepa okkur. Hvernig þá? Bara, þú veist, útrýma mannkinnu. En ég held að gerist ekki endilega í okkar. Það getur verið lengrið það. Ok. Hugulegt eitthvað. Ég meina það, ég hata að vera með eitthvað leðilega frettir en það enda þannig. Og þetta voru svolítið leðilega fréttir sko. mjög. Það úti það er farið. Ég ákveða að kvíða því ekki. Ok. Við sko ég kvíði svolítið fyrir. Hvað? Sko nú er ég semi-injury free. Svona er bara nokkuð bara Skrokkurinn góður. Nokkuð feskur. Já. Þú veist, þrátt fyrir að hafa, þú veist, þetta 265 viku til viku og þú veist að ég meina að það er búið að djöflast það þess á þessu sko. Já. Og nú er ég komin nýtt áhagamál sem er golf Já. og það er búið að breyta lífið mínu. Því að það er ekkert eðlilega skemmtilegt sko. Þannig að ég raunin er ég með áhugjur að myndi lendi injury og það hætta golf. Já, gætir ekki spila Ég er golf. komin í golfferðina núna sem er nýtt fyrir mér. Ég vissi ekki hvað það var gaman. Það er gaman ef þú kannski ekki myndi ég bent mér á það. Út búin að golfa og skaki. Enda alveg oft sko. Þannig að ég myndi halda að lendi í meiðslum og þurfa Það að eru hætta mestu að golfa. áhugjuna fyrir framtíðina að þú getur ekki golfað. Já, ég þurfa að hætta því. Á dauða mínum átti ég vona á en að hann myndi segja eitthvað með þetta. Sem myndi erfiðu bakmeðslum eitthvað og það satt bara með hörðu ekki á leðilegur en Við öxlina eitthvað. golfið er svolítið farið. Já, bara verið skellur. Veistu hvað er gaman í golfið, ekki? Ég held að Steindi sé ekki nóg greindur til þess að giska á þetta sko. Hann er aldrei Ólíklegt. sko. Nei, það er helviti En ólíklegt. ég menna, ég kvíði þessu. Þú ert hreinskilinn, herruðu nummer 2 Gilsi, á skalunum 1 til 10 Hversu góður finnst þér þú vera í rúminu? Já, engin rassaspurning mitt. Já, ég sagði rassatna Nei, þetta er Nei. Það er óþægilegt. Þetta er rassaspurning. Það er reyta sjálfa sig í bettanum. Sko það er allt hrikalt við þetta. Því að það er hrikalt þú gefur alltaf lélega einhvern. Það er hrikalt, ennþá verður þú gefur hæstu einhvern. Ógeslegt þú segir 10 Já, sko. þú veist, það er að versta svarið einhvern veginn Hann sko. lappaði hérna út sko. Og þú veist, það er líka hrikalt að gefa sér hérna 1-2. Það er líka hrikalt einhvern veginn að fara í 5. Þetta er allt hrikalt við þetta. Riki. Gruna og segir 7. Það var einmitt það sem ég var að spáða að segja 7. Svona hérna Steindi segir bóta þetta ekki, sama. sko, Steindi er að fara að gefa sér, ég veit hvað hann var að segja. Hann var að gefa sér 6. Já, svona aðeins yfir meðalagi. Ég ætla að setja 7 á mig. Hann segir 6 og ég ætla að fá punkt hana. 7 á Gilsaran Skráði það niður Hvað ert þú, Riki? 10. Nei, Víst. nei, það er eitthvað 10 Já, þú ert Nei, 10. það er ekki fræðir Fólk sem vinnur við þetta kannski. Hvernig veist þú að ég, þú veist, akkur segir bara þessi 10 Þú ert alltaf líka upp á þetta og heima og þú veist. Ábært Þú ert þetta dölur að líka upp á Slæra á letta þetta. strengir og En það er góða við að ég er með það leik núna klæðið. Ég sitja ekki þetta fyrir svörum Ég sitja ekki fyrir svörum Það er ég sem er að stjórna þessu Rólu. Ertu ekki alltaf að tala um Logi Bergman er ekki að fá spurningar eða, þú veist Já, já, hafa það þannig Sorry. Það hljópi. Já, það var snöggur eittist. Já, það var svo hérna Svessi í kassinúnum að stæðin svona í eisi. Þú erum bara 3 og sagði hvað skreði upp í raskat Já, brjálaðist allt í í þetta. pelin á sér. Herru, Gilsi nummer 3 Ef að þú og Stóni myndu þurfa að búa saman í 1 ár 2, bara 2 Þeir eru bara, þú veist, þið búið bara saman Hvað heldur þið að myndi fara mest í taugarnar að þér við hann í sambúðinni? Ef þú þurftir að nefna 1
Hvað eru fljótast að vera þreyttur á heldur? Sko 1 ár er langur tími. Ég held Má ég telja upp svona hvað gerir í úrslutum hjá mér og svo velja winner. Þú mátt velta steinu. Það er svona miljón hlutur upp í huganum. Já, þú veist, mitt er alltaf sein. Hvað kemur það sambúðinu við? Ég er alltaf á réttum tíma. Það myndir að taugarnar á mér ef við erum að mæta og seint og ég er þannig að ég vill mæta á réttum tíma og hann er alltaf mig mæta og seint myndir að taugarnar á mér. Hann er hægur að taka sér til. Ég er heima, komin í gallan. Ég er svona bara Steindi og þá er hann bara eitthvað, já, þetta er bara að koma, við erum að drífa okkur, bíllinn er komin eða eitthvað, en ennþá eitthvað gera eitthvað, veist, og hann rekur mikið við, þú veist, hann er lengi að hægja sér. Ég er sammála öllu á þennum, hann rekur ekkert mikið við. Ég er gaman að... Hann er ekki einhver prumpu, kannski. Nei, hann slefar. Já, það gerir hann vissulega. Sko, hann rávar íbúðuna stefnulust. Ég ætla að ráfið bara ef það væri kamera á hann, fólk er svona, hvað er hann að gera? En ég myndi halda svona, það sem myndi pyrra mig mest held ég held frestunar áráttan held ég. Þú veist, ef svona ég var pári sem var í stendinu og ringi hérna og græja þetta hérna. Já. Og svo daginn eftir hvernig gekk, já, hörðu, ég ferði það eftir. Og svo daginn eftir, rindur í sig, já, ég bara, og eftir. Þetta er gott svar í sambúð. Þannig að ég held að frestunar áráttan myndi gera mig temporarily insane. En ef maður segir reku við, þá vissulega fara hún. Síðasta spurning. Þetta er bara 25% og sért með rétt svar þarna því að þetta eru 4 valkostir. Af eftirtöldum 4 atriðum, Gilsi, og þú yrðir að velja 1. Hvernig myndir þú vilja heimurinn myndi farast? A. Flóðbylgja, B. Loftsteinn, C. Geimveru gjöreyðilegging eða D. Veirusýking eins og í Outbreak. Allt ríkalegir valmöðlingar. Þetta er dark spurning. Sko, veirusýking. Hvernig heimurinn fer? Alls ekki veirusýking. Það tekur líka örgulega smá tíma sko. Það er mest ógeðið. Já. Þú veist, það er svona COVID í 100. Komið þann valkost sem hvorur eitthvað var að velja hann. Flóðbylgja væri ógeð. Það er þreytt að horfa á allt ógeð. Já, Loftsteinn væri svona snögt einhvern veginn. Bara búið og bara smelt sér fingri. Ég hefði gaman að ég þeirra velja svona til að hafa eitthvað smá aksjón þessu. Ég út að geimurinn að taka alltaf mann upp í gameskipið og fyrkt eitthvað í rassinn með mann og svona. Það skilur. Það er grænu slímu. Og svo drepaður líklega eftir það. Þannig að það er svona hittir meira einhvern veginn bara. Það er alltaf eitthvað interesting í gangi ef geimurinn kemur. Þú mútið taka sér satt geimurinn. Já. Ríkalega valmöðleika samt en náði í Stóni og Gilsi fyrir út. Það er bara þannig, Gilsan var bara nokkuð fljótur í þetta skiptið. Ég veist að vera svo lengi. Alvöru spurningar hérna hjá honum, er ekki? Já. Steinþór, verður velkominn. Takk. Fyrsta spurning sem þú færð til þín. Þú ert nú svona nokkuð kvíðinn og hugsar hluti stundum of mikið. Já, ég svona kvíða pissi. En þú ættir að nefna 1. Hverju kvíður mest fyrir framtíðinni? Það sem margt það ekki. Jú, eiginlega bara allt sko. Ég er að spá hvort ég að segja tækni sko. Tækni? En ég er líka spenntur fyrir henni. Það er málið. Ég er svo spenntur fyrir tækni. Nei, er eitthvað sérstök tækni? Þú veist, bara til þess að vera með eitthvað svona konkrétt svar. Nei, þú veist, ég ætla að segja eitthvað annað. Af því að ég er líka spenntur það sko. Ég er náttúrulega maður spenntur fyrir öllu líka, skilur við. Ég er svolítið bara eins og hundur. Ég er einhvern veginn alveg á nálu með samt spenntur. En hverju kvíður og svona? Ég held að ég kvíði mest fyrir því að börnum mín verði úlingar. Ég þurfa að deila við úlinga. Er það sem kvíði mest fyrir í framtíðinni? Já, svona eiginlega. Svona, ég veist ekki hvað við, maður er að vaka fram eftir hvað þú búin að vera og allt hvað svona þegar krakkar eru úlingar. Engar líka þú setja að gera það hvort sem er sko. Jú, ég er svo stressaður og kvíðinn. Hann er mjög kvíðinn. Nei, þú veist, ég ætla að segja það. Að börnin eldist. Er það svona... Nei, úlingsárin. Það fyrir að díla við úlinga. Það verður algjörð vesen. Þú voru fljótur að svara þessari. Steinþór á skalanum 1-10. Hversu góður finnst þér þú vera í rúminu? Új, þessi viðbjörn. Hæ? Það ætlar að henda á þig. Hvað ætlar ég að henda á mig? Ég er spenntur. Hvað fæ kallinn? Sko málega þetta er svolítið ósækjandi spurning. Að hvað leiti? Ætti hann að spila Sigrún? Nei, og ég bara hvað opna fyrir síman og ringi frúna. Herru, ég gef honum 4. Ég er að því að sko þetta getur náttúrulega verið mjög misjant. Þú veist, þú getur alveg verið hrikalega slappur og í toppstandi sko.
Ég vil bara tala um svona heilt average. Já, ég veit það. Ég er bara að reyna að kaupa tíma alltaf að hugsa svarið. Gilsanum fannst það mjög óþægilegt að svara þessu. Ég meina sko, þetta er náttúrulega hræðilegt sko, því að þú gefur of lága tölu, það er ekki nógu gott. Og að þú gefur alltaf háa tölu, það er ennþá verra. Þetta var rætt akkurat þetta. Þannig að það er ekki hægt að vinna þetta sko. En nú er bara hreinskilin. Já, ég ætla bara að segja, ég ætla að gefa mig 5. Ég er í gýr. Það gefa það bara svona rétt slefar og nær prófunu. Já, ég ætla að gera það, ég ætla að rétt ná. Herðu, stónin nummer 3. Ef að þú og Gilsi myndu þurfa að búa saman í 1 ár, bara þið 2. Já. Engi familja, þeir eru bara roommates. Ég held að gætum ekki búið saman. Við erum það ólíkir. Ég veit það, en þá spyr ég þig, hvað heldur að myndi fara mest í taugarnar á þér við Gilsa í sambúðinni? Þessi er mjög auðvelt fyrir mig. Akkurru? Af því að það væri hvað hann færi snemma að sofa. Það væri ógeðslega leiðilegt öll kvöld hjá mér. Því að þú ert nátthrafn náttúrulega. Já, kannski ekki nátthrafn, en þú veist, ég meina Það er eitt að vera nátt, hann fyrir að sofa klukkan 10. Þú veist, ég meina, ég fekk kannski, ég og konunum kannski vakandi 12 eða stundum 1 eða whatever, skilur, það skiptir ekki máli. En ég er bara að segja þannig að þú myndir sakna eða félagskaparins bara, Já, ég meina að vera alltaf bara aðleitn eftir 10 væri alveg hrikalegt. Þetta er þetta gott svar sko. Mjög gott, ég samla þessu. Helviti gott svar sko. Já, þannig að ég held að það myndi ekki bögga mig hvað að vakna snemma. Nei. Það er alltaf leið. Það er bara hversu snemma fyrir að sofa. Já, hversu snemma fyrir að sofa. Herðu, síðasta var af eftirtöldum 4 atriðum og þú ert að velja 1 af þessum 4 atriðum. Þessi er stórfurðuleg. Hvernig myndir þú vilja heimurinn myndi farast? Já, ef hann þyrst að farast. Ef hann þyrst að farast, þú þarft að velja 1 af þessum 4 atriðum. Já. Elon Musk á statusin fyrir honum í dag. Nei. Hann var að segja að World War 3 væri óumflýjanlegt dæmi. Já, frábært. Og hann sagði að væri 5 ár í það. 10 ár max. Alveg max. Var hann nýbúin að fylla á ketamíni hjá sér eða? Ég veit ekki, þetta er svona, þú veist hvernig kall hann segir hluti. Já. Er það flóðbylgjastindi? Já. Er það loftsteinn? Er það geimveru gjöreyðilegging eða veirusýking eins og í Outbreak? Veirusýking er alltaf hundlegaleg. Svona COVID, ef það væri eitthvað svona þannig dæmi, svona á sterum, skilju. Ég myndi segja geimveru hvað sagði þetta verið? Geimveru gjöreyðilegging. Gjöreyðilegging. Ég myndi segja Þú segir ekki bara geimveru árast. Það er verið að tala um það. Ég er að láta ríma blöð. Geimveru gjöreyðilegging. Ég myndi vilja þess að grænu slímu myndi mæta og það myndi að sjá þær og þú veist, og svo puff að sjá okkur að flóðbylgjum. Mér finnst það meira skeri heldur en að sjá ykkur nokkara græna slímuðar með ykkur svona leysibissur sko. Ég myndi frekka að vilja Ég tek alltaf loftsteinn þarna sko. Já, erum við náðið Gilsaran. Við ætlum að fara yfir þetta. Þetta er búið að vera bara ágætis tempo á þessu eins og á að vera. Já. Herru, þá er bara spurningir hver vinnur þetta. Já. Blöðn á aðstóða svona nokkuð vel báða aðila. Já, bara svona hlusta. Já. Ég ætla að byrja á þér Gilsi. Hvað heldur þú að Steindi hefði sagt þegar ég spurði hann hverju hann kvíði mest fyrir í framtíðinni? Sko hann er þjáist af miklum heilsukviða. Hann fór yfir 150 COVID-pinna. Vola hækka testinn. Það var Þetta var í ykkur 30 held ég fyrir nokkrum árum sko. Þú tókst 30. Já, þú fórst í miklu meira það. Það er náttúrulega Þetta var mörg ár þetta COVID og Við fórst í hverju viku. vorum að skemmta mikið að það líka og þannig að við Fórstu þurftum alltaf COVID-próf fyrir hvert gig eða? Já, og þurftum alltaf að fá pinna fyrir gig sko. Já, Þegar að þau gig sem voru haldin. og veist nánast bara sendur í burtu þegar maður kom alltaf aftur að fá. Já, fólk að byrja að sjá að þetta var orðið eitthvað annað en að tjekka sko. Ég var aldrei sendur í burtu. Fannst þið gott að fá þetta upp í nefnið? Alls ekki, það var hræðilegt. Fannst eitthvað Það var gott. eitthvað við þetta. Já, bara Það er ekki bara 10% fullnæðing og... Nei, það var ekki, þetta var bara óþægild að fá þetta í nefið og ég var aldrei sendur í burtu. Hvað gerast með hennar mikrofónin? Það var að hrynja. Þú veist, ef hann fæ bólu eða blóðnæs er eitthvað heldur hann segja deyja sko. Næstu þú explóna sér á Akureyri, Steindi? Já, nei, í Vestmannaeyjum. Aldrei sé mann. Það var Vestmannaeyjum næstu. Aldrei sé mann og líka á Akureyri. Og hvað Nei, hélt ég hann bara þetta væri? fengi einu sinni blóðna sér. Fekk blóðuna sér. Og hvað hélt hann þetta væri? Ég hélt bara ég var Bara að deyja. heiminn og jörð verið að farast. Hann var bara að hlusta að ringi í lækni og hvað þetta geti verið og Ég fór var- að googla hvað þetta geti. Málið er Bara þetta- allt sem kom í Google var náttúrulega hræðilegt. Þetta voru bara fyrstu blóðna sér sem ég fengi og það bara mjög lagu nefuna mér eftir. Og Ég var að reyna að róa hann.
Það er ekkert eðlilegt við þetta. Ég bara, akkur er ég alltaf að fá blóðuna sér, bara fullorði maður að lappa upp ykkur stiga hérna, þú blöfa bara, bara slaka á, þetta er bara blóðuna. Ég hef ekki hann í típa sem er að fá blóðuna sér. Þetta var mjög ekki heldur, þetta kemur fyrir. Já. En hvað er það? Ég myndi halda að þú veist hann kvíði fyrir því að fá okkur sjúkdóm. Já. Það er heiðalegt gisk en way off. Hann kvíðir úlingsárum barnana sinna. Ég meina, og kvíðir að alveg búlinga. Já, en ég reyndar ágætlega gott svar samt, sko. Ég get ekki orðið mjög út í það með því, sko. En ég er með frekar þægilega krakka, sko. Já, ég vona bara, sko. Ronny er ekkert að vera með eitthvað vesen, sko. Nei, en Matthildur geti nú verið með það. Það er ekki að styrsta spagetti disku með þessi bara lón og dón. Nei, hún er bara nýmannaskja. Já, það er svona stemning í henni. Kvíðir svona úlingaatriðinu sem þetta þar inn. En hún geti róast. En það sem er, já, en líka bara, ég meina, ég kvíðin fyrir sjúkdómi líka, sko, mjög. Það er ástæðan fyrir ég fer eiginlega aldrei til lækni, sko. Ég er ekki fyrir með neitt, sko. Ég svo hrættur mig, ég fer á sínunum hérna einhvern marblett á hendinni að ég komist aldrei út úr spítalinn með að það er tekinu blóðpröfa. En er ekki betra að vita það ef það er eitthvað? Nei, minnst það ekki. Nei. Þú ert bara eins og gammal sjóður. Þetta er gamli skólinn, þetta er eldgamli skólinn á Stóni hérna. Mér finnst það ekki. Þetta niður döður og svo vitir og sé þetta komið í veg fyrir það. Já, ég myndi vilja það frekar. Ertu í alveg bara þeirri skoðun? Ég er henni svona akkurat núna, já. Kannski breytist það, en ég meina, ég má vera ósamála sem setna. Þetta er bara mesta bull sem ég heyrt, sko. Nei, hans faglega mat. Já, þú veist, jú, auðvitað myndi ég fara að láta aðtúa með ef ég væri allur í hakki, sko. En ég fer ekki nema að sé eitthvað mikið, sko. Annars bara svona býði og sé hvort þetta gerist ekki svona sjálfur sér. Eitthvað. En hvað heldur að Gilsarinn hefði svarað? Ég ætla samt að fá að taka fram líka. Ég mæli ekki með því. Ég vil að allir látið aðtúa sig. Að sjálfsögðu, gott að koma því. Ég varð að gera það. Annars er ekki sopnað í kvöld. Nei, það var sko að segja aftur á náðunum að hvetja fólk til þess að fara aldrei til læknis. Hvað djöfum var ég að segja? Það er enginn það vitlega, sko. Þú þurftir ekki svona að segja það, sko. Djöfum var ég að segja það. Hvað djöfum var ég að segja það? Kemur inn á grúppinu þegar okkur kvöldbyttu var þetta góð mikið þetta með maður ekki að fara til læknis. Það var heilsugæslan upp á höfða að fara á hausinn bara. Stóni, hvað heldur að Gils hefði sagt? Hverju kvíðir hann mest til í framtíðinni? Ég held að honum kvíði mest fyrir í framtíðinni að sko ég held hann að því að blöður í stúdíónu þá ætla ég gíska á að hann hafi kvíðin hann sé fyrir hönd blöð og það sé hann áttur að svara fyrir sjálfa sig. Nú það var það alveg sjálfsögðu. Hvað varst það að segja? Ég ætla að segja bara að segja að kvíð eitthvað fyrir hönd blöð? Já, bara fyrir tækniþróunni allir. Já, ég kvíðir enda ekki kvíð því vel fyrir blöð, sko. Reynda mun að entertain the shit out of me líka, sko. Þegar hann verður í álveru vesinni eftir nokkur ár, sko. Já, það verður ekkit eðlilega gaman að fylgja. Það er löngu byrja. Já, þetta er eiginlega bara komið í gang, sko. Já. Hvað allir kvíðu fyrir? Ég held að honum kvíði fyrir þegar hann verður í framtíðinni, ég held að sé þetta er bara erfitt, sko. Já. Ég er ekki alveg með þetta. Nei, ég er ólíklegur að giska, ég er alveg hreinskilin að þetta var heldin askurt. Ég ætla að gíska á í rauninni, þú veist, ég ætla í rauninni að gíska líka ég bara á svona heilsudót, sko. Bara að, sko, það er reyndar, hann er með heilsugriða. Að semi, sko, ég myndi lendi injuries og geti ekki, þú hætti að gólfa. Ég er nýjur náttúrulega kilvingu, sko. Já. Það sem myndi með þessi bakinu. Það er heilsugriða. Er það ekki stig? Þetta er svona semi-stig, sko. Ég var basically að snerist bara gólfi. Það minnst aldrei Steinþór með Rikki, harðu við mig í dag. Já. En það sagði heilsudæmi. Þú hættur heilsuna af því að þá getur ekki spila golf. Hann er sanngjarn. Þú byrjar núna Steindi. Þetta er harður, maður. Þú byrjar núna Steindi. Ég spurði Gilsa á skalanum 1-10 hversu góður finnst þér þú verið í rúminu. Hvaða einhvern gaf Gilsarinn sér? Sikala spurningar. Já, hún er alveg, þetta er ógeðsleg spurning. Líklegast eins og Vesta sem við komum. Já, með þeim veri. Já, með þeim held ég. Þannig að verið margar, sko, slæmar í þessu lið. Nú er bara, sko mér finnst líka bara svo fyndið, þú voru báður að monta ykkur hvað voru góður eitthvað. Skrítið að sitja hérna á kantunum og heyra það. Sko, nú er spurning bara hvort að Egill hafi sé að keyra vel niður fyrir sig þarna og gefa sér hræðilega einhvern eða hvort hann hafi verið bara heiðarlegur og gefið sér einhvern. Nei, það er regla í svo leik, maður að vera heiðarlegur. Eða hvort hann hafi bara actually bara svona keyrt sér vel upp, sko. Í einhverju spaugi, sko. Sprelli. Ég ætla að segja að hann hafi gefið sér fjarka.
Way off. Lítið álið á honum. Nei, ég held að ég er að reyna að lesa hann. Nei, það er bara menni að svara. Hann gaf sér 7. Nú ætla ég að jafna þetta. Hann gaf sér 7. Ég ætla að jafna þetta nú. Hvað heldur þú að Steinþór Ég er bara gefið sér? 100% að það sagði 6. Það er bara að loka svar. Já. Hann gaf sér 5. Gaf sér algjörlega miðaldur, sko. Jöfnveld var ég að nála því maður. Herru, en þú gafst þér herra en ég Eins og ég sagði á það er öll svör sem þú gefur sjálfur eru slæmst. Já. Það er allt vont. Þess að 5 er vont. Í 7 er eiginlega bara besta svarið þarna. Það var allt vont. Mér fannst þess að 5 væri svona solid svar. Herru drengir, í þriðju spurningu Egill, þú byrjar núna. Ég spurði Stóni að hann þurfti að búa með þér í ár. Þið tveir. Hvað er þið svona það fyrsta sem myndi fara í taugarnar á honum í sambúðinni við þig? Við erum par. Þannig Veitu, er þetta ekki eitthvað sem fer í taugarnar á Agli að búa með mér? Jó. Ég er að gera þetta rétt. Sko, þessi ég held að ef við myndum búa saman. Hvað myndi bögga Stóni við þig? Ég held að málega við erum svolítið, við erum ekki alltaf á sama tímabeltinu sko. Og það sem ég held að væri pirrandi er að þú veist, hann labbar og rávar íbúðuna til kannski 1, 2, 3 nóttunum. Já. Og ég fer í beddan snemm og kannski vill hann taka þátt eða mynd eða bara stunda samlífi, kannski nær miðnætti og þá ég bara að sofna og ég held að gefa þér 5 performance. Ég held að fara í töður. Þegar 7 og 5 að mætast. En ég veit það er 13 sko, það er alveg aksjón. Það fílar samt að vera einn í frið í pottunum með redd og svona, það var svona að kema móti en ég held að myndi að vera taugaður á orðum að ég er alltaf farin að snemma upp í rúm. Ding, ding, ding! Þetta er hárið! Hann hefur komið með hann neldi þetta. Hvað Steindi, hvað heldur að hefði farið í taugarnar, eða fyrsta sem farið í taugarnar á gilsarnum við þig í sambúð? Sko kom alveg upptalningana. Það kom upptalning, ég get alveg gefið mig það sko, kannski að ég væri að spila ykkur tölvuleiki og svona og tala í headsetið en samt ekki því að sko Egill er líka fellow gamer sko. Hann myndi hafa gaman af því. Þannig að ég meina þetta lítur að vera bara hvað ég er sent á fótum. Ég meina, er það ekki? Að rápa mitt eins og hann segir og þvælast og halda fyrir honum vöku. Það lítur bara að vera. Hvað segir dómarinn? Nei, þetta er ekki rétt. Þetta er ekki rétt. Nei. Ég sagði því að rávar en það var í upptalningunni en það var ekki loka svar hjá mér. Hvað er loka svarið? Það er hreindýri sem er ekki heima upp á vekka. Nei, það er frestunar árástæðin. Já, það byrði eitthvað sem að taka símtal og það er 6 dagar taka til eða eitthvað og ennþá að fara í símtali og eitthvað. Já, ég frestaði því. Það var töðunar að mér. Það er dead tight fyrir síðustu spurningu. Það er bara 4 valkostir. Þetta er heimurinn fest. Hvað heldur þú, Steinþór, að Egill myndi vilja heimurinn myndi farast, myndi vilja að hann myndi farast í flóðbylgju, loftsteini, gemuru, gjöreyðileggingu eða veirusýkingu? Ég ætla að útiloka strax einhverja veirusýkingu, hann nenni því ekki. Þú finnur ekki mann sem að þoldi ekki COVID meira en hann bara þoldi þetta ekki. Þannig að hann myndi ekki nenni einhverju veirusýkingu og hann myndi ekki nenni einhverju flóði, hann nenni því ekki heldur. Og það er ekki lett að fá Egill til að fara í sjóin með þér sko. Hann nennir ekkert að fara í eitthvað sand og sjó og flóð sko. Það er ekki að fara í sand og sjó sko, eða flóðbylgja sko, þú bara tekur þið með sko. Nei, ég er að segja, hann myndi ekki nenni að fá eitthvað sjó hérna yfir allt. Ég er bara að lofa því. Þetta er ekki spurning að nenna sko. Nei, hann myndi ekki nenni að deyja hann heldur. Þannig að þetta er annarkvæmt lofsteinnir eða grænu slímu. Þetta er 50-50. Það er viltu eina miljón, þú er bara búin að taka 2 svör. Málið það, ég ætla að gíska á grænu slímu þarna. Loka svar. Að loka svar. Ding ding. Motherfucker. Yes. Steindir örgum í jafntöfli. Ég er að taka upp ding ding. Hann las mig svo opna bók því ég sagði það á hann. Þetta er annarkvæmt loftsteinn að gemur. Já. Hvað heldur þú að Steindir var að sko. Nei, byrju bara því jafna. Nú ætla ég nú bara að segja það sama. Hann er aldrei að velja eitthvað veirur. Gæs tekur yfir 250 pinna, ekki að fara í velja veiru. Það reyndar það bara fullt af pinnum aðra á degi. Sko, hann er sammála með hann ennir ekki að vera tekin á einhverju öldu og klest upp eitthvað vegg og skýsti gegnum eitthvað bílastæði og eitthvað öldu, en því. Og svo ég held að hann hefði lúmst gaman að því að hitta grænu slímu og fara aðeins upp og þú veist spjalla og svo fiktaður aðeins í honum og spyrja svo skrýtna spurningar. Þannig að hann velur ekki lofsteinni, þetta er bara búið. Grænu slímu.
Það er jafntefli Shit 2-2 Það er bara þannig Erðu við skuldum auðlýsingar fyrir Auðlýsingar svo ég gleymi ekki Bragi Þórðarsson, okkar besti maður bað okkur að plugga formúlun sem er á sín sport helgina. Þetta er í fyrsta sinn sem fyrsta skipti í 15 ár sem að 3 ökumenn eiga möguleika á titli. Þannig að þetta er einn stærsta formúlu helgi sem að hefur verið Ég þarf að þetta í formúluna Þetta byrjar klukkan 13 á sunnudegi beinni útsendingu á sín sport Viaplay. Þægilegu tími sko Svo þetta smástund þá ætla þú blöð og láta okkur í eitthvað sem heitir 3 leikarnir. Já, ég ætla að henda ykkur í næsta leik. Hlakka til Topp tónlistarstöðin FM 957 Það er þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er 5. desember í dag, jólamánuðurinn gengin í garð. Auðun Blöndal mætti hérna 704. Hann náði basically þættinum. Já, ég fíla. Það var stefnunhammer en að ná þættinum. Já, ertu búin að fara í jólaþorpir ekki? Í Hafnarfirði? Nei, ekki í ár, en ég gerði allt árlega. Hafnarfjörður er með jóluna lás. Hann kann þetta Já, það er bara Aron Pálmarsson að hella upp á kakó og allt upp á 10. Hann er komið eitthvað bakari, ég veist það ekki. Nei, ég heitt hann að þið Kallinn bara bakari. Það er að fá skýrslu. Já, fá skýrslu á því. Talandi jólin líka, þá er það sjálfsögur litlu jól blökastins á sunnudaginn. Þetta er ekki flókið, þið þurfa að vera áskrifundir af blökastinn og þá eru þið í pottinum. Við ætlum að opna 50 pakka. Opnum pakkan, svo lesum við bara hver vannan. Og að þú ert áskrifandi, þá Ekki einfalt. Já, þetta er ekki flókið. Ég hef alveg sagt ykkur það strákar að vinningarnir verða það stóra þarna. Það verður sko PS5 Pro-vél á litlu jólun sem við erum oftast með bara í bingoinu. Það er PS5 Og Pro-vél, það er bara Besta PS5 Já, besta PlayStation-vélin sem þú getur fengið Það er Pro-vélin eitthvað náttgala eða hvað ætlar að vera Við verðum náttfötum og svo verða one-on-one spjöldin Hettublöð, þú ert bara að sjá spjöldin blöð. Líst þér ekki vel á þetta? Þú ert að fara að sæna þetta eftir. Jú, Þetta er gott. Já, veit það ekki. Ég er búin að heyra eitt spjaldið sé allavega svona 500.000, þannig að þetta er 1.000.000 hérna á borðinu. 2 hérna. Það er ekkert annað. Passaði það? Nei, já, Það borgar 500 skall og fær Nei, bara sko Það var boðið í allavega eitt spjaldið á sínum tíma, one-on-one spjaldið, 500.000 og hann sagði nei, sá sem annað. Og eiga ennþá allir sem hafa vunnið one-on-one spjaldin hafa ekki seltu. Nei, þannig að basically Það er stert sko Já, það er stemming. Sko, ef þú myndir eignast Hettublöð spjaldið og þú væri tjón í alvöru vesinni þá getur þú selta fyrir svona 500 skall. Ég veit ekki hvort Herru, við ætlum að fara í næsta leið, Það drengir. er ekki til eitt annars Það er, ég var að hugsa þetta leiðinni Ég ætla að henda ykkur svona 3 leika af því þau eru 3 og ég held að fólk mun alveg tengja þetta við leiðin hvor ykkar En núna finnst mér gaman að 3 leikar Já, þetta er allt svona tengt íþróttum, þannig sem Ég ætla að byrja því að sko þetta fór út allt hjá okkur 100 metra sprettur, spretturinn ykkar Rikki, þetta byrjaði á þér og Sveppa Það sem að þú varst búin að vera ekkert eðla kokki og myndir rústa Sveppa í 100 metra sprett Það er svona eitt af vandrarlegu stögnablikum æfivinnar. Eini Svo var Steindi alveg pottetur því að hann myndi vinna Egil í 100 metra sprett Kom óvart en tapaði Áður fyrir mér þetta, hvor ykkar myndi vinna 100 metra sprettlöp, Rikki eða Steindi? Veitu hvernig, þeir keftu líka það? Nei, hann og Sveppi keftu, já Já, hann tapaði fyrir Sveppa Varstu með tíman og Steinþórið það? Nei Við vorum sko, þú getur séð það í vídjónu en ég er ekki að, sko, bóra að bera Ég held saman að þið tveir mjög svipaðir Við byrjuðum nýjum jafni, sko Já, þetta byrjaði Já, ég byrjaði líka nýfjafn með Sveppa svo stakka mig bara af, sko Já, en ég er að segja, sko, við vorum fyrstu bara 20-30 metrana Já, eðlilega Stóni ná peysi, sko Stóni var furður 70 metrar eftir fyrstu 30 metrana, sko Ég gef Steindi það samt, hann kom mér óvart í þessu sprettu Í málega það bara Þessu sprettlöpi 100 metrarnir eru mikið. Ég fann bara að það var 60 metrar er mitt þeng, sko. Já, hann var næstur og keppur áttur í 60 metrar hlut. Ég væri sterkari þar. Já, sko, ég er samt ekki að grína, sko. Með við það, ég tapaði fyrir Fróarnum bara fyrir nokkru mánuðum síðan, sko. Hann náttúrulega lítur ekki vel út, sko. Tapaði fyrir Stjána? Manstu tímaðin og 100 þar, eða? Já, það var... Ertu svona hægur? Ég er ekki fljótur að hlaupa. Varstu ekki samt, þú sagður okkur ekkert mann að þú varst í íþróttahettin í skólanum. Já, þá var ég úlingur. Og það er líka hann á miðjunni bara að dreifa spilinu og hvað. Ég held að tíminn hefði verið 14:90 eitthvað. Já. 14? En ertu ekki... Það hræðileg tími, sko. 15 sekúndur með 100 metra. En núna ertu búin að lose some serious weight. Já. Það er nýbúin að hlaupa mútið frá. Og hvað er þungur nú? 78. Og þú Steindi? Ég er miklu þingur það held ég. Já. En þetta er ekki það, ég tapaði fyrir Fróarnum, sko. Já, það er skellur. Herru, þá ætla að fara í fyrstu spurningu drengir sem er allir með því. Hver ykkar vinnur í langstökki? Hvað sér ég? Þið 3 keppið. Ég vil fá hver verður í fyrsta sæti, hver verður í öðru sæti og hver verður í þriðja sæti. Það keppt í langstökki. Sko, miðað við ég tók gullið í vatnaskó í langstökki.
Okay. Og ég gleymi því Vissi ekki að því. Frekar auðveld spurning. Það var eiginlega my finest hour Þegar ég tók gullið þar í langstökkinu Þannig að þú ert bátt að þú vinnir Þetta svolítið með specialty hlaupa, hratt, hoppa og allt þetta Ég sé skils að hoppa upp á kassa sko. Hann með alveg stökkkraft sko. Já, þetta langstökk samt. Hann líka hærri sem því hann getur sett hælana lengra út í sandin. Hann með langmesta sprengikraftin Hann alltaf nummer 1. Ok, mér heyrist hann vera nummer 1 í langstökkinu og ég talaði sjálfa að segna það mér. En þar maður að sko hvernig eru reglunir í þessu? Þegar þú lendir þarft að þú máttu detta Þú mátt ekki detta á rassinn Mátt ekki detta á bósa, mátt detta framfyrir þig Framfæturna þurfa að koma undan. Hvor ykkar vinnur í langstökki? Rikki eða Steindi? Hver fara annars þetta hana? Þetta bara nánast bara henda tíkalli sko og velja hlið. Þetta nánast þannig. Ég meina Rikki hærri en ég það ekki einhverju sentimetra. Gamla íþróttahetjan. Ekki hvort þú hávaxin 1,76 ekki segja sér hávaxin sko. En þá ég hærri en þú. Ég 1,78. Já. Hvaða máli skipti það? Af því að það telur svakalega. Þetta spurning með sprengikraft Steinþór í raskatuna. Nei, þetta ekkert hversu hár þú ert. Þú getur slengt löpunum bara sko eiginlega. Hann búin að vera að boksa mikið. En ég meina Steinþór, hefur þú ekkert mann dettað 160 kíló? Nei, það hef ég hef aldrei dettað neitt á æfinni. Og það að segja að ég verði nummer 2. Rikki segir að hann verið öðru sættir. Þú eru sammála því, Steindi? Verður við þriðja sætti í langstökkinu? Hvernig getur það tengst þessu stökki? Af því að þú vorst að detta þá vorst að taka aftan á lærum og svona. Steinþór, þú voru ekki En ætti það ekki líka hjálpar í sprettinum? Reyndar en Verðist ekki gera það? Þetta eitthvað sem við gætum þetta útkljá bara næsta sumar sko. Herðu, akkur gera það ekki? Nei, við sko ættum að gera það vel. Við ættum að fara á svona íþróttavöll. En þetta verður alltaf að vera á vellinum. Svo að geta verið áhörundur og þetta má ekki fara neitt annað. Við tökum bara, allir velja grein. Það er sprettur, það er hástökk, það er langstökk, það er gömlu góðu vinarleikarnir, ég ótt rætti þetta. Kúluvarp, það eru vinarleikarnir. Við keppum að þetta. Ég ætla að henda mér í annarsæti þarna. Ég skal taka 3. Þú tekur 3 bara? Já, þú tekit mikið í langstökkinu hvort þess. Nei, ég er enga metna fyrir því. Nei, sko, næsta spurning er eitthvað sem ég er mikið áhuga að heyra ykkur debeita. Því að þið talið allir eins og það hefur verið voða góður í fótbolta. Steindi talaði hvað var góður í fótbolta. Ég hef aldrei verið miklu yfirsýka með það. Ég hef verið með það og ég held áfram með það. Ég spyr ykkur núna, raðiði bestu til sísta í fótbolta. Þegar menn voru bara sitt besta. Ég ætla að vera fyrstur. Ég ætla að segja ég er nummer 1, Rikki nummer 2, Egil nummer 3. Vist að Rikki var góður? Áttu líka landsliðsæfingu? Landsliðsæfingu? Já, ég er að spyrja. Áttu líka landsliðsæfingu? Já, ekki landsliðsæfingu. Hefur þú farið í úrtak fyrir úrlingalandslið? Ég hef farið í eitthvað svona úrtak, já. Fyrir úrlingalandslið? Hafi ekki allir sem byggu á höfuborgarsvæðinu eitthvað maður fyrir eitthvað úrtak? Ég hef farið í svona úrtak. Ég veit ekki fyrir úrlingalandslið. Ég veit ekki alveg hvað það var. Fórst í úrtak fyrir að komast í SO-mótið eða? Já, pressulið og landslið og þetta dótt. Varst í pressuliðinu? Ykkur er svo leiðis, já. Hvað, Rikki er blóðhættur að það eitt? Hvað setur sjálf að það? Varst þú í landsliðinu eða pressuliðinu? Það var að sama. Nei, það er ekki að sama. Nei, ég segi að þú varst ekki síðrið og varst í öðru. Það var bara hópur sem splittaði tvennt. Varstu í þessu? Ég fór í svona, já. Varstu að keppa þennan leik? Já. Hvað árið er þetta? Bara pollamótið, skilur. Ég fættur 84, ég veit það ekki. Googlaði bara. Og hvað, varst þú í þessu ekki? Nei, ég var ekki hvorki pressuliðin ég landsliði á SO-mót, nei hérna á sjálfmótinu í Eyjum. Ok, þannig að Steindi það betur en þú. Þá er ég örugglega betur en þú. Ég hefði alltaf sett mig í 3. sætið þarna áður en að Steindi gerði það fyrir mig. Þannig að þú ert sammála Ég náði vissulega góður rönni svo í MK-deildinu var langmarkaðastur þá borti ég hjekk upp á topp og var með Mari Baldursson og sjálfsfara voru fyrir sem mötuðu mig þannig að eins og þetta gera bara stýra boltanum inn í markið og þannig að það var hendaði mér heldur vel þar sko. Ég ætla að segja að þetta sé eitthvað mesta kjaftaði. Þannig að Steindi Rikki Egill að Steinþór hafi verið annarkvort í landsliða pressulið á sjálfmót. Ég sé það bara ekki fyrir mér. Við ljúum ekki að hlustendur. Og flettur upp á KSI lítur að vera með mörg vörk og leiki. Ég ætla að segja ég sé svona í alveg tala 80% sem það já. Og hvað valdur þú? Þetta er svo mækara. Valdur þú svo flöskuna stæða fyrir fótboltana? Hvað er að breytast? Ákveður þetta alltaf í náðan 80%? Þú lítur að muna það hvort það er í þessu liði. Ég ætla bara að fá gögnum þetta. Hver getur staðfist þetta? Er það bara eitthvað þjálfari gaman? Væntalega þú, veist ekki hvort það verið í pressulið eða landslið. Herðu,
besta minning allra stráka Þú hefði munað Ég ætti örugglega að mynda þig líka Þú Mamma varst þá ekki. Ég held að Steindi að vera þetta Ég held það líka Ég veit, herru Er einhver hlusta sem geti verið með skýrslur þetta? Mér dettur í hug hver getur Rikki og staðfist það Mér dettur í hug Vel reyður Mér dettur í hug hver getur staðfist það Það er pappans pretty boy Choco Ok Var hann að þjálfa ykkur? Alli Einarsson, hann var að þjálfa mig Ég tók nú bara einskallta bjóð með honum á stafnundaginn Varst í Víking Ef var Pretty Boy Chocker að hlusta, hann mútti spyrja pappa en hvort að Steindi hefði komist í pressu eða landsliði Svona til að róa Rikka hérna sem er orðin rauður í framann Brjálar og getur kannski ef hann getur sendt okkur í skilabóði núna fyrir klukkan 6 Það væri vel þegið, þannig að Rikki, ertu sammála á þessu? Steindi fyrst Ég verð þá að taka annarsætið Já, ég meina við fáum þetta staðfest Ég er nokkuð vissum þetta Hvað á ég að segja? Það er síðasta spurningin í þessum þríleikum hérna Hver vinnur sleggjukast? Hver lendir í öðru og hver lendir í þriða? Sleggjukastið maður Og þá er ég að tala í rauninni bara allar þessar kast íþróttir Það rennur á baki Það henduði mér helviti vel Þessar kast í þúrli Egil er langsterkastur á okkur Það þarf ekki að debeita þetta Nei Og Steinþór lifti allir 60 km í bekkan þá er þetta svolítið gefið Ég heyr á okkur, þetta er svolítið alltaf bara hvað sementpókin er í öðru sæti hérna Já, en ég er handsterkur Ég var í þriðja í fótboltanum Já, reynd að þú stýttir í fótboltanum Og það er að kalla okkur sementpóka Sveit ykkur andarsæti núna Trúður er beint frá Old Trafford bara Aldrei verið ferskari Ég reynir þetta ekki alltaf á bakið Þú er með 3 brjósklós 2 Ég talandi það, ég er nýbúin að hitta lækni sem hann hlustar Kona sem sagði bara, herru, það meikar engan sens að Steindi sem er 3 brjósklós Ég með líka með 2 Já, hún sagði það meikir ekki heldur sens Jú, það meikir sens Hún vil meina á sért með svona tak ekki brjósklós Tak Ég er alltaf bara, ég er með Veistu að fólk með brjósklós er oftast rúmleikandi Já, það er bara þannig Ég er bara með brjósklós Veistu hvað brjósklós er? Ég hef farið til læknis, hann hefur farið með mér myndatöku og hann sagði, þú ert með 2-falt brjósklós og ég sagði, ok, hvað er ég að gera? Er það 80% líkur? Sagði ekki Steinþór Það er 100% Þú ert komið útbungun Nei, brjósklós bara, 2-falt og hann sagði, þú átt að fara til sjúkraþjálfara og vera þar bara eilífun Sagði hann ekki, þú þarft að fara í aðgerð Nei, það vil ekki Þú ert með brjósklós, þá ert að fara í aðgerð Vil ekki setja þig aðgerð Og bókjaður þig sjúkraþjálfara eftir þessar ráðleggingu Ég gerði það í ykkur nokkra daga Hefði ekki farið síðan Nei Sko, þannig að þú ert meina brjósklós að getið strýttir í þessu Já, þannig að Rikki tekur köstin Egil er alltaf nummer 1 Já, hvernig nummer 2? Ég alltaf Ég hefndi reynda að Steindi nummer 3 Ég held að ég sé tvisturinn þarna Tvisturinn Ekki þristur Nei, ég meina ég held ekki Settir Rikka í þriðja Það er ótrúlega að segja Hann er aldrei stíðin í líkarsagt Ég held að þetta tengist nú ekki droslega ykkur líkarsagt Hann er handsterkur Hann fer þangað inn þegar hann að taka upp svona eitthvað sketsa-komedi Það lappar hann ekki Já, en ég meina þóttu þú getur verið að lifta ykkur í bekk eða eitthvað Ég held að þú getur alveg kasta einhverju kringlu Þú ert góður í gólfinu Það var eitthvað UFC-spurning Þetta er fyrsta sem menn eru ekki sammála Steindi segir að hann sé í öðru sæti Rikki, þú segir að þú seti í öðru sæti í kastinu Herru, menn voru ekki sammála í síðustu En það er alltaf læg líka Auðvitað, bara menn eru búin að beita þetta Rikki er sko, hann er eini sem er svona alvöru reiður Allir hinn eru bara að hafa gaman Já, þetta pressuleg landslí Ég er að fara beint eftir hennar þátt Og ég er bara að fara að ná í gögn Ná í gögn Þetta er mesta svíi sem ég hitt á ævinni En það er ekki bara Af öllum legum sem þú sagt í þessu þætti Steinþór Það eru helviti margar Mér finnst ótrúlega líka, ég verð að gefa Rikka eitt Þú breytir þessu, herru, ég er 80% vissu Já, veist ég mann Það er stórfurðulegt. En eigum við ekki bara hringi Atla Einarsson Í beinni útsendingu Atli Einarsson, það er bróður Pretty Boy, hann sendur okkur Já, ekki hér bróður, nefndu þjálfara Við erum að fá okkur gott lag frá Rikka núna og svo var spurning Gilsi, hvað var aftur konceptið? King of Christmas Já, og ég og Steindi Ég hlýta að vera heldur líklegur það Jú, þú ert það vissulega Herru, þá ætlum ég að hendi uppáhaldslægi mitt frá upphæði blöð Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 FM 957 blöð hér á FM 957 Það eru vendingar í málinu Vendingar og Rikki og reyðar en hann var á Málið er að ég var að fá núna frá Prairie Hann sagði Hann segist ekki mun eftir sem er pappan sem var þjálfari Þetta er ekki gott ef að pappans man ekki eftir þá varst nú ekki betur en það Jú, hann man eftir að þjálfa mig En hann segir, en þér til varnar þá fór hann heldur ekki til Eyja sem þjálfari Já, þú veist ekki eins og hvað þjálfur Ég veit nákvæmlega hvað þjálfur fór með mig til Eyja sko í Selmúk Það voru 2 að þjálfa mig Hvað hétt þjálfari sem var með þér í Eyjum? Hann fór ekki með Hver var með þér í Eyjum? Ég man ekki hvað hinn þjálfari Þegar Rikki er að segja hann Það var Ásteinn Vílursson sem fór með mig til Eyja sko
Ok, býtu, Egill Bara nákvæmlega hvað þjálfarinn minn var, Ok, sko. Egill, manstu eftir hvað þjálfari fór með þér til Eyja Ekki sem þjálfaði þig, heldur fór með þér til Eyja Það er örugglega verið Siggi eða Elli sko. Já, ég man eftir öllum þjálfurunum mínum Ég man eftir öllum þjálfurunum mínum Ég man bara ekki eftir að hver fór ekki Og til þú ert ekki alveg með að nákvæmlega hennu hvort þú verið í landsliðinu eða pressuliðinu þetta árið Nei, þetta heldur bara fram, við þurfum að komast í botni í þessu Já, þetta verður leist einhvern tímann vonandi Næsta þættir. Gilsi, Sérstaklega þú fyrir ert Rikka með greið Þú ert það með líður ekki spurningar vel. Nei, ég hef aldrei séð mann Ég passionandi yfir einhverju Pólamótinu Ég er með King of Christmas Já, Og Amazing Twist Þau eru allir þrýr að keppa í dag bara Þannig að hérna Og þetta er svolítið skemmtilegt Því að það veit allir að alltaf Richie er favorite í þessu En ég myndi ekki byrja Er þið búin að skreitast okkar? Ég myndi ekki það byrja var því á að rúti Nefna Rakel, ég er náttúrulega ekki búin að fara heim til mín Ég kom beint af flugvöllum Það er alveg fagna Ég sást á Instagram að mér í gær Richie Ég kom með 3 Þú buggaði með þess Eina vandamálið er Út í fjölbýliskómur Hvað er að gera með þessu snjókalla eftir jólin Geimsla Já, ég er fjölbýliskómur Hvað heldur sé með eitthvað 7000 fermetrar geimslu Nei, þar? þú mátt Það er alveg alltaf setja geimsla þar Getur sett Þið hvort þið fannst ekki alveg hvað sem eru stórir sko Þið er reyndir líka Hjólageimsluna Það er einhverjum útið með geimslu Pekki í mig Þú getur leikt geimslu líka Ég sett upp jólatrið í nóvember sko Það var ekki komin fyrsti Það er rosalegt Fyrst í des Já, þetta hefur aldrei Það er gerst áður nefnt svona Rikki Rikka gerði það í G júlí. moment. En þetta hefur aldrei gerst áður sko Út af því að sko Ég segi að þú eru brjálaður núna Stendi Ég var með inn í fyrsta kötti á keppninni Hvort þú hafi skreitt fyrir nóvember Og ég veit að Rikki byrjaði útiserjónum fyrir fyrsta nóv Fyrir nóvember Þannig að- Það er engin ekki punktur á. Halloween Já, 31. átt þann byrjaði að skreita þá Hvað það gerir því? Það er rosalegt Já, það má ekki rakka hann yfir Hann er jólabad Hann er jólabad Ég meina þú horfir á íbúðuna svo utan En ég þetta er bara jólabann Einn spurning í lókin áður við byrjum Er þetta auketa með árunur ekki? Er þetta alltaf að vera meira og meira hjá þér? Já, Er ég það bara sama? fór aðeins fram með núna Já, Hérna, það var kvartað yfir byrtu Já, þú ert komin bara þangað á pallinu mínum Það er ekki Það er rosalegt Asshole kvartaði yfir byrtu Þetta væri svona Með herbyggja hérna hínum með við blokkinu Það er alltaf að hafa þetta allt í Sko, ef þú kæmir hérna, þá myndir þú segja Shit, Hvað er það Christmas spirit? Býta okkur ekki búin að setja á grannið, sínd okkur En blikkar Hann er búin að senda mér blikkar þetta. Nei, þetta hratt ég þá, get látið þetta blikka en ég geri það ekki Ertu ennþá með rauður seriutan sem varst með Nei, eiginlega eðilega það Það er verið mínu uppáhaldsserjur Ég elska rauðar serjur Hann skemmti. En eiginlega það fyrir mér Býta hvernig er það Hann kallaði íbúðuna mína asískan toppkofa Og það endaði með að kona mín reif niður serjurtan brjálið Og saði síðan við mig Þú kallar þetta vildin og hún var trillt Er það okkar? Já, þú ert ekkert að skora mörg stig Nei, svo ætti að hlusta bulli í honum Þú ætti að þessi seriur og hefur það rautin Allan á byrju þetta er 8 spurningar Þið þekki þetta Hefur þú giftið einhver tíman á aðfokadag? Nei Nei Jú Það er Gerðu punktur á King Já, Richie Rikki er bara að pakka svo saman Já, ég finn það. Ég meina hvað þekki marga sem að gift svo aðfokadag? Það er okkur eini maðurinn bara ekki á Íslandi Bara í heiminn Já, ég samt gef Rikka það Því að það eru nokkur í kringum mig sem að ég hef verið vel pyrraðið Þú ert að gifta, þú ert að halda veislu Það er ekkert skemmtilega en að mæti brúðköp Þetta er líka skemmtilegustu gig hérna skemmti Hann hélt mökk, Það er allir svo náttúrulega. glæðir, já það er svona allir að hrósa Rikka Hann gifti sig aðfangadag, svo hélt hann alvöru bara brúðköpsveislu Já, mækur upp á Það sviðið. er alveg partí Já, Helt ræðu þarna þannig að það eru góð nokkrir ræða, núti sem Mike. mættu taka sér þetta til fyrirmyndar Byrjar aðfokatasmökkið 11.00 sharp Herru, ég er að fara að lenda undir Það er 1-1-0 Í vesen Nei, ég Bíddu nú er við, yfirleitt að keyra í Ég er yfirleitt að keyra í kirkjugarðin á þeim tíma Það með Ok. nei Og þá er Steindi bara komið með strópljósin og Stóni, það vilja vera sem að setja reykinn í stofu sko. Fólk byrjar að banka kljóðan 11 það ekki Já, sko, nei, þetta er nefnilega Mér langar í stíið, en ég get ekki tekið þetta á mig En fólk er fara að tínast inn 11 Nei, það er nefnilega Þú sagðir mistið þetta. Hvað byrja meinar Þú ert búin að segja okkur oft. Ertu Þú með veist að þú segir nei, þú veist að það sem gerist þér Einhvern sem er að hlusta, finnur klippuna og neglir inn í andlituð Það er sem er að gera Ertu með jólapartí á aðfangadag? Nei, það er mæting í hádeginu Jú, kannski mætir einhver 11 Sumi mæta 1, þú veist, það er bara mæting í hádeginu Og það sem allir er að preppa Þú veist, það Hjálpa stað og svona. gera allir jólamatið saman Það er ekki einhver álaga á okkur einum Við Nei. erum allir 14, sko Já. Og þannig að hérna, Það það segir er mér að sengi komin í glas þá í hádeginu Já, þú veist það ekki Einn jólabjór og það er bara verið já. að fá sér graflags og brauð Það og er 1-1 eitthvað svona 1-1-0 Ok Ég er eitthvað grins hérna Hefur rölt inn í Jisk til að ná þér í jólaskreitingar
En ágast að nýta tækifæri for old times sake og hristir einn. Þetta er svo lélegt sko. Þetta er svo Nei, það hef ég ekki gert. Nei. Ég verði að viðkja það út líklega strannar, Vichy. Já, hvað? Þú veist, ég var að kaupa núna seríur á tréð núna bara daginn. Þannig að ég röltin í Jisk. Það vonu að vera ekki fara og hrista. Nei, bara gera það ekki. En af hverju sagði það for old times sake? Ég hristi mig aldrei í Jisk. Herru, hvað, já, næsta spurning. Hann var að vinna, Já, þetta er bara nei. vinna hann og Kristi Pálsson, sem er núna sölumæður Sporthúsinu, sem er kynnisvíkill og sölufulltrúi. Þeir unnu saman í Jisk í mörg ár og ég er alveg búin að heyra hvað var í gangi þar sko. Og ég veit alveg hérna, við kannski förum ekkert nánar í það. Egil, þú múst að vera 50. Þetta er svakalegt. Og hvað? Það er ekki mér að kenna hvort það hrista það í Jisk sko. Segir alltaf fullt nafn líka hjá hérna okkar besta manni hérna. Hann er að reyna að vera sölufulltrúi. Já, svona 5.000 sem er búin að Það taka hana punkt, Vichy. Nei, alls ekki. Nei, hugsaði lengi um samt. Bara glemdu þessu. Þannig að það er sem pressulið. Hefur einhvern tíma verið það lengi að hæja þar á jólunum að einhver öskra á þig og rak og eftir þér? Nei. Ekki á jólunum. Ekki á jólunum, nei. Ég heldur aldrei verið það lengi að einhver rekur eftir mér. Það var bara rekið eftir mér. Bara fyrir að snemma. Þú varst búin að vera helviti lengi. Aldrei heima, svona steindi. Jú. Það hefur alveg gæst. Það var stig, það var ekki gæst Það var aðfokadagur En það segir mér að það hefur enginn á heimilinu ykkar aldrei verið eitthvað svona voru að drífa, já það er einhver að fara klostið. Já, sko. Aldrei lendið því bræðinni. Ég er mjög snöggur að þessu, no joke. Ég er ekki að reyna að vera töff hérna. Það var líka mjög asnalegt að reyna að vera töff með þetta. Nei, en ég er að segja, hefur aldrei lendið í það. Sýstin einhver í gamla dag sagði bara, þú eru drullar nút, ég er að nýja mig. Ekki sem ég mann. En sko, Þú manst ekki hvort þú hafa verið í landsliðinu eða ekki? Pressuliðinu. En sko, Ég hefði ekki skapað verður ekki að gefa þér ekki punktarnastóni, ég með það ekki. Tekið það. Er hann þá komin í fórustu? Já. Ég er En núll, ekki, nú er ég að horfa á næsta spurningu. Nú er jafnar þetta. Heldur að gefa einnig hjólísu hátíðarnar? Heldur ég gef einni hjólísi yfir hátíðarnar? Það er eitthvað mikið í hjólísin. Það er svo vant á svo mörgum Þú levelum. stofnaði einhver einasta bæ á Íslandi og gafst einn í sumar og getur alveg rífið. Hvar er hjólísin núna? Það er í geimsli Sandgerði. Það er ólíklegt ég fari í hana sko. Geimsli Sandgerði? Já, ég er bara með það í geimsli bara. Má snjókallar minni koma þangað? Akkur getur ekki geimt kalla, getur ekki geimt alltaf að segja. Má getur geimt reyndirið og jólaskjöldan segir sem því ég sem geimtu. Þú er aldrei hægt að segja frá geimslunni sko. Það verður að teljast ólíklegt. Ég er ekki með leikilega þessari geimslu og hérna þar fram til göttum. Manstu þegar ég hlusta á þáttin einhvern mann þegar ég var erlendis þegar þið voru 3 og Egil sagði að djöðl var í sniðut að maður getur verið með svona hjólísi sem getur keyrt. Það bara, já, húsbíl. Ég er ekki mikið að rúnt landið ég veit ekki það. Rikki er svolítið minn maður í þessu. Þú ert ekki verið að sækja það í Sandgerði. Mjög ólíklegt. Okay. Mér langar að eignast tjaldvagn. Steindir er þá yfir og þú ert ekki komin að blaðblöð. Nei, af því að ég hef ekki gift með aðfangadag og það er enginn að býða eftir mig þegar ég er að skýta. Það er ástæðan því ég er ekki að blaði. Það er að prófa mér í Jisk. Hvernig maður að komast að blaða hérna? Það er gert það. Það geta það gert það. Hann er búin að vera í þessi. Svo hissa ég sig ekki með stig. Hann er búin að vera í þessi 13 ár. En núna er þetta nú er sangjurspurning. Það er eiginlega furðulega mörg stig komið sko. Nú er ég með sangjurspurningu. Eða það er líka hlut sem er gert þetta. Heldur þú dressið upp sem jólasein til að lífga upp á samlíði með frúnni jólin? Þetta er bara nokkuð algengt, held ég. Það er ekki verið að gerast. Nei, Þú dressar þig reglulega upp sem hitt og þetta. Þú ert líklegastur að það Steindi, þú áttur reynda jólasennubúning Steindi. Nei, ég á ekki. En ég væri til að eiga jólasennubúning til að geta farið í hann og verið svona Pétur Jóhann og rosalega jólabúning. Já, ég ætla að panta svona búning en ekki í samlífinu. Það er ekki meira svona til að bara slá að leta strengi í stofinni. Þannig að leggur bara fastanarsalun á hilluna aðeins eða býðir leik og ferði í jólasennubúning. Og múran. Elda Valdís Nei, ekki fyrir jólasvein. Talandi jólasveinabúningina Péturs, hann er í honum í jóladagatali blöðkarsins hann dettur inn hjá okkur 11. Ég hef aldrei heyrt mann jafn stressaðan yfir einhverju þáttum og Pétur yfir þessu jóladagatali. Hann vill eiginlega bara kvart á þetta. Nei, ég fær ekki jólasveinabúning. Nei, það var ekki málið. Hafa útlendingar ráað inn heima hjá þér til rugglust á heimilinu og asískum tóttkofa? Nei, það er ekki gæst heldur. Hæ? Hvað er að gerast hérna? Já,
Ég átt að fara að pissa bara með þessi keppni því að ekki á ég sér svo stíði þetta. Nei, og hann var líka að segja á hann væri löngu bara að taka Ég meina bara túristar að vera að koma þeir að halda þetta væri Þú veist bara að tala um það. Já, veist það er bankaðan upp á og síðan fattu þeir alltaf bara á okkur heima hana. Það er ekki, þú veist, eins og bara í Amsterdam, sko. Það er ekki gerst. Ég hlusta á þetta Sér hvað, þetta er vandræðilegt. Já, þessi var ekki góð. Þetta var hræðilegt. Þetta er bara einn versta spurning. Þú getur tekið hana punkt. Nei, ég ætla ekki að taka hann. Það var loka spurningin og Steindi, ég get lofa því að þú tapar ekki í dag. Ok. Heldur að leynist í jólapakkanum þínum frá frúnni? Kemur peggræðan. Glæsileg peggræða. Heldur að... Herru, á hverju sagði við á 3? Hvar átti ég að fá stig? Hörðu þú, eins og þitt með peggræðana? Nei, ég kom að segja það, hann aldrei gerast. Hjólísið? Hjólísið, já, ekki hjólísið. Áfangundasmökkið? Þetta er allt sem að... Já, ég hef verið líklegastu þar, kannski. Já, þú færir alltaf rautt á aðfangudag. Auðvitað. Heldur að fá peggræða? Nei, ég veit ekki svo hvað þetta er. Já, þá, þú útskýrði það fyrir hann, Steinþór? Já, peggræðan, þetta er bara sem að frúin setur á sig og þú veist. Þið skiptið hlutark? Skiptið hlutark. Veistu, það er búið að tala mikið um þetta hér. Ég ætla að menna að þetta sé það heitast að... Já, þetta er heldur vinsast. Þetta sé það heitast það. Þetta sé vinsast. Herðu, var ekki bara að rikita? Nei, Steindi vann þetta. Steindi er king of Christmas. Það var nú ekki... Til ham ekki með það. Takk kærlega, þetta kemur óvart bara. Hvernig datt þetta inn? Þetta er bara alveg titill. Já, það var klostið maður, þú náður því þar. Við skuldum auðlýsingar og svo fyrir að kveðja sem betur fyrir þetta smástund. FM 957. Já, herru, það eru heldur betur vendingar. Ég er bara því með ekki verið að rífast hérna off-air. Rikki, ég vissi ekki að þú ert að taka þetta nærðið þér. Þetta reyfildi þarf að vera on-air. Ég tek þetta ekki svona nærfið. Við vorum að tala Ríkjus meðlum sér hraðlíin. Hann sagði það orður Nei, það var reyndar annars að sendi mér. Ég er reyndar alltaf að sendi sér ekki að ljúa. Þetta er miskilningur. Nei, þetta er eins og Rikki sagði á hann. Þú myndir mun eftir svona mómenti eða þú ert í pressliðinu. En það sem er að bögga mig svo mikið er að ég bara sverði það. Nú er ég ekki að djóka. Það var gaur í Viking valinn og ég var þá bara með hliðin á honum og bekknum með eitthvað. Ég var bara það er rosalega mikill munur að vera eitthvað klappstýr að vera að spila þessulega landslið. Vinu þessi valin með þú. Hvað er gögnin? Þá var hann að sína stuðning. En Rikki var að segja að vera engi vikingur þarna sem meikar ekkert sens. Þess vegna var ég að beina 93 árgangin. Þú ert 1984 mótil, Steinþór. Já, og ég get ekki verið valin nema Þar með að þú sagðist að vera annarkvort í pressuliðinu eða landsliðinu í Eyjum og þú veist reyndar ekki hvað þjálfari fór með þér nú til Eyja. Varstu það? Og hérna var ég ekki á þessu móti? Bara ekki það. Ég fekk sendt frá mjög góðu manni. Hér förum við í blaðagrein Deva frá árinu 4. júlí 1994. Jafntefli hjá landsliðinu og pressunni. Og hér eru leikmenn beggja liða taldir upp og í landsliðinu skipu þeir meðal hans Hannes Þór Halldórsson, Leiknir Reykjavík, okkar besta mann, Ólafur Þórðarsson IR, varnarmenn voru Kristín Öð Magnússon KR, Atli Guðnason FH. Það eru nöfnarnar sem maður þekkir. Já, það eru svona fáir í liðinu. Já, og Davíð Þór Viðarsson FH. Ég man vel eftir honum. Keftum alltaf mútið honum. Jóhann Helgason KA og þar fram eftir þar fram til göttunum. Í pressuliðinu voru þeir Hrafn Davíðsson í Fylki, Tómas Þórðarsson Víkingi, markverðir varnamenn Davíð Danielsson Gróttu, Sölvi G. Jónsson KA, Ívar Gretarsson Selfossi, Kristmundur Sigursson Keflavík. Svo voru miðjumenn Ágúst Þór Ágússon Grassi Breiðablik, Þorsteinn Gíslason Þorsteinn Gíslason Ía, Gunnar H. Kristson IR, Finnur Ólafsson Hákam og framherja voru Hreggviður Gunnarsson Þór, Halldór Arabjarnarsson Fram og Helgi Jónsson Leikni. Ég sé hvergi Steinþór Róa Steinþórsson. Það voru miklu fleiri leikmenn í þessu liði heldur en hinliðinu. Nei, hann var að telja upp þá sem að því að þú sagði að þú hefði verið í pressliðinu, þú varst ekki þar. Við höfum fengið þetta staðfest. Þetta er að góða við hlustendur F95 blöð. Þeir finna gögnin bara fyrir okkur. Veistu hvað? Þannig að Rikki hafði rétt fyrir sér. Ég held með þess að þegar við erum að renna hans yfir þetta, ég hafi verið í afturheldingu þannig, ekki Víking. Hvaða máli skiptir það? Þú varst ekki á móti. Steinþór, þú ert ekki talin upp hann. Nei, ég veit það alveg. Það getur verið nýskilningur. Gæðin sem fyllt þetta inn er kannski mögulega maður slóður Ég er að horfa að mynda þessu lið. Ég sé hvergi Steinþór á myndinu. Hann er gjör breytt við það. Ég var skegg í dag með Háris og 67 ára gömul kona. Hann er ekki með sama lókn. Hvernig sem sendið þetta ekki? Getur þið beðað að senda það líka árið á undan?
93? Já. Af hverju? Og jafnvel Gerðu það 95 líka. Bara til að sjá það, skilur við, hvað er að gerast þar. Þú getur bara hafi verið í annarkonu þessu liði 94 þegar þú ert 10 ára. En ef maður var að spila kannski upp fyrir sig þarna á þessum árum eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, komstu það ekki árið eftir þegar þú varst á rétt ári? Jó. Rikki hann er að snappa, hann er að reyfi hárið sko. Ég sé það ekki. Þetta var svo mikið hjartarsmánuður Rikki, en hann náði að sanna sitt Steindi, þannig ertu ennþá á því að þú hefur verið næstbestur í mótum? Nei, kannski var þetta faxaflóin, maður var á öllum mótunum. Eða ólísmótið Sem hvað? Vinu við veginn, það var alls konar mót og mót upp á Skaga og faxaflóin og alls konar mót. Er það að bera saman faxaflómóti sem var æfingamót fyrir tímabil hvert árið og sjálfmóti og það komast í pressulega landslið? Maður var bara á þessum mótum. Þú ert gjössanlega siðblindur. Maður var bara krakki að keppa á fótboltamóti. Ég bara vissi ekki að vera svona siðblindur. Hvað er það að tala um? Þú ert bara hálfruggaður. Þú ert að tala bara um eitthvað 30 ára gammal fótboltamóti það. Hvað viltu það frá? Sannlega siðblindur með öllu. Ok, Steindi, reyndar ef við fyrir að fact-checka allt sem þú segir er þetta sem er bara að gerast? Ertu bara siðblindur og bara bullar þetta? Ég veit ekki, ég man ekki eins og hvað ég gerði í fyrra sko. Það er að reyna að spyrja mig hvað ég gerði fyrir 30 ár. Mér minni það, já. Mér minni það. Það verði að spyrja í lokin. Mér myndi það. Við erum bara að fá botni þetta ekki. Hvað get ég sagt mér það? Mér myndi það. Mér líður bara svo sem í atvinnumönnum okkar. Okkur er þetta svo mikið hjartarsmál hjá þér. Ég þóli bara ekki þegar menn eru að ljúga. Svo er það. Því ég veit hvernig Steindi lítur út hérna í Hlíðrabólum. Hann var aldrei nálægt í að vera í persónulega landslið. Ég var ekki feitur úlingur. Ég er bara 1 ára yngri en þú. Ég hef aldrei vitað og heyrt um þig. Ég var upp alla yngri flokka. Aldrei heyrði um Steinþórsson einstæðar. Siðblindur Steindi. Hvað gerðist það? Bara svo er. Ég vildi að vera til kamera á Rikka. Ég held að sé kveikt á kamerunum minna. Það væri gott að þetta væri þetta þarf eiginlega að fara bara á the gram. Þannig að ég fara að rjúk úr eyrunum. Já, þetta er lestur. Þarna fekk Rikki smá uppræsnar. En ég get komið tilbaka með þetta og pakka Rikka saman á vinaleikunum í fótbolta. Já. Sem við höldum næsta sumar. Já. Það getur þú unnið eitthvað stegið tilbaka. Ég er ekkert að segja myndir ekki gera það. En bara þegar þú byrjar að tala um pressulið og landslið þá þurfti ég bara að draga mörkin. Já, það var eitthvað siðblindaði því. En annars er svona nánast komið að lókum hér hjá okkur eftir nýjum blöð. Hvað er það að fara að gera um helginni, strákar? Litli jólin. Já, litli jólin. Og hérna blöð, þú þarft að fara að árita þessu spjöldina. Ég er að fara að árita. Það verða 2 one-on-one spjöld. Endilega tryggið ykkur í pottinn á fn95blöð.is. Við byrjum 19:30 á vísi.is og vísi sjónvarp. Við viljum horfa á þar. Opnum við 50 pakka og til þess að vera með þá ertu bara að vera áskrifandi. Já, 1390 krónur sem kostaði jafn mikið og lítill bjór árið 2021. Já, þau eru byrjum. Og svo er við náttúrulega leiðin á Sól og Hólm núna. Já, svo náttúrulega er byrjum jóladagatali og nýjársbingo og fleira. Það er bara mikið að vera. Þannig að endilega komið inn fyrir sunnudagana, þá eru líka með á litli jólum. Ég laka til að ræða pressulið hans betur við og eftir þegar við erum út að borða. Erum við að fara að taka það í allt kvöld? Já, ef að Rikki væri með okkur þá myndi þetta vera í allt kvöld. Það er skemmtilegt. Herðu, drákar, býði. Er ekki eitthvað meira? Við ætlum að árita þetta. Já. Við ætlum að taka þetta fyrir hann á grammið, sjáu spjöldin eftir smá og svo minnum við sjálfsögðu á Sjallan. Það voru 80 miðar eftir þegar þátturinn byrjaði. Þannig að tryggja ykkur miðin á tix.is. Þetta er næsta helgi á laugardaginn bara eftir viku. Það verður veisla, það er ekkert skemmtilega að fara til Akureyrar. Rikki, takk kjalla fyrir að koma hérna inn í bara mitt sæti. Ég satt bara hérna með strákunum, ég fíla það. Og veistu hvað, það er alveg veisla að fá því svona upp á háasíð. Það er gaman að þér, svona, og það er besti Rikkin þegar þú dreigður. Ertu á því núna, Rikki, að Steindi sé siðblindur? Já, ég meina, sorry, bara þessu fram. Það eru heldur stór orð fyrir pressulið 94, þetta eru stór orð. Já, ég ætla líka að plugga tónleikarnir sem að Jóhann Kristófer er að fara að vera með í Austurbæ. Endilega tjekki líka á því. Ég minnir það þessu 20. desember 20. des og með það þar á Tix. Þannig að það er allt í gangi, drengir, og endilega við kvötum fólk til að taka þátt í sem allra flestu. Góða helgi. Topp tónlistarstöðin FM 957